velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest sem að leyfir okkur að heyra eitthvað frá sér og við getum stundum speglað okkur í viðkomandi og lært eitthvað okkur sjálf. Sjáum til með það. Hingað er komin Hilmir Snær Guðnason. Leikari eða ekki? Jú. Þú veit ekkert annað? Já, maður ekki margt? Jú. Meinar svona faðir og svona? Já, faðir og hestamaður og veiðimaður. Aftur? Já, ég svara örverpi? Jú, ég kom með nýtt örverpi og nýtt barn. Hvernig er það? Það er bara dásamlegt. Ég held maður hafi fyrst tíma núna til þess að vera pappi, almennilegu pappi. Þetta er ekkert annað en dásamt bara. Ég þekkti mann sem átti örverpi og hann sagði að þetta var það besta sem hefði komið fyrir sig. Já. Hann var að segja þetta við alla. Já. En að fáið ykkur örverpi. Já. Það er það besta sem þið getið gert í lífið. Já, ég held það. Bara lengir einhvern veginn sýn ykkar á æskuna og lífið alveg 20 ár. Já, heldur manni forvitnum og já, ég held að þetta sé bara gott. Þegar við að fara í svona vitundavakningum að örverpi. Ég á eiginlega örverpi, sko. Þú átt örverpi, já. Ég er bara svo gamall að hún er orðin 18. Já, einmitt. Já. Það er í 40 ár og þá gæti ég séð heiminn með barsögum. Já, þetta er nefnilega hans gott, sko. Tegir á því. Ég er einmitt fann að lakka til, sko, að maður sér jólin öðruvísi og svona hluti í gegnum barnið og... Rosa gaman að fara með börn á til dæmis söfn og myndlistarsýningar. Já. Og vera bara aðeins fyrir aftan það og svona spjalla aðeins. Já. Þangað til að kannski barnið verður svona 7-8 ára þá nennir það þess ekki. Nei, akkurat. Að labba í gegnum Lúfri er bara leiðilegt. Já. Það er fram að þeim tíma. Fram að þeim tíma er þessi gott, já. Fram að þeim tíma líka þegar foreldrandi verða, sko, þau fara að afneita foreldrum sínum. Það gerist alltaf svona gelgjuskeiði, þá svona nennaðu ekki að láta sjást með maður. Þetta er náttúrulega uggur og feðra líka sem eiga dætur. Já. Mín er orðin 18 ára og ég bara þakka alltaf fyrir að þessi ekki komið. Ég bjóst alltaf við því að svona gelgjutímanum kæmi svona höfnun á pappanum. Já. En það hefur ekki komið en þá. Það hefur ekki, já. Þú voru að deila ráðum eftir. Deila ráðum sko eftir hvernig maður fyrir að... Já, hvernig maður fyrir að því að halda í það. Ég held að það sé nú bara dóttir er gömul sál og þrosku, sko. Miklu þroskar er pappir. Já. Herðu, já, faðir og hestamaður, þú skust því hann inn áður ég greip fram fyrir þér. Já. Er það virkilega þannig að maður sé bara hestamaður? Já, við kollum það, sko. Hvað er svona alvarlegt við það að hafa áhuga á hestum? Alvarlegt, það er svo sem ekkert alvarlegt við það. Þetta er bara skemmtun, tóm skemmtun og gleði, sko. En ég er náttúrulega svona... Ég er að spyrja í alvörunni að þú nefndir þetta sem svona lýsing á þér. Er það virkilega þannig að því ég hef bara þrisvar á bak? Já. Að það að vera í tengslu við hest og eiga hest, að það mótar þig? Já, þetta verður bara ákveðin lífstíl. Ég á einhverja 6 hesta. Maður fer í hestaferðir og svo tekur maður inn eitthvað, ég er nú farin að senka því hans svona með aldrinum, sko. Maður nennir ekki að vera yfir köldustum mánuðina. Ég tek svona inn í mars og svo er maður með þetta fram á sumarið og svo taka við útreiður á sömrin líka og sveitinni. Og þetta svona er bara ákveðin lífstíl og maður fer bara alltaf í þetta og þetta er bara gert á hverju einasta ári og þetta er óbúslega vinna í kringum þetta. Maður er svona eins og svona bóndi í borg. Maður er að taka inn heyið og maður er að játna sjálfur og svona. Þetta er svona, þannig að þetta verður svolítið að lífstíl. Maður verður að fara á svona þann tíma. Já. Maður verður að lifa tíma hessis. Já, akkurat. Og því er ekkert að íta áfram eða... Nei. Maður verður að fylgja ykkur. Er það þannig? Já, þetta er svolítið þannig. Þannig þetta er svona núvitundar. Já. Og þarna gleymir maður öllu þá, maður á svona sínar dásemda stundir. Maður gleymir klukkaumslófunum og svona og áhyggjum á starfinu og þetta er... Varstu á hestum þegar þú varst barn? Ég var nú ekki mikið sem barn en svona byrjaði kannski svona 13 ára Benni Erlingsleikari, vinur minn. Við kynntust þegar við vorum 10 ára gamlir og hann átti alltaf hesta og dró mig svolítið út í þetta. Og þar svona byrjaði kviknaði áhugin. Svo því ég lék í held í minni fyrstu bíómynd sem hét Agnes. Egill Eðvarsson var að leikstýra. Þá voru þar hestar og ég þurfti að ríða hestum í þeirri mynd og keypti einn hestin úr þeirri mynd og þannig byrjaði þetta. Það var fyrsti hesturinn? Já.
Ég spurði því hvort það hafi verið barn eða unglingur því að í sumu sem skiptir máli hvenær þú byrjar. Já. Menn hefði heyrið þetta stundu hjá veiðimönnum. Já. Að það er svona sérstakur hópur veiðimanna sem hafa veitt frá æsku. Já, já. Þeir sem eru að koma í þetta svona eftir fertugt. Já. Verða aldrei veiðimenn. Er það þannig með hestana líka? Já, allir það ekki. Já, ég veit það ekki svo sem það eru margir sem byrja seint og eru bara fínir hestamenn. En ég er náttúrulega ekkert að keppa á svoleiðis, ég er bara svona í áhuga mennskunni. Svo eru sumir náttúrulega alveg, það eru kannski aðal hestamennir sem eru keppnismenn og ræktendur og svoleiðis. Já, er að rækta upp hesta til þess að útlendingar kaupið á. Já. En svo er ég náttúrulega í veiðinni líka og hefur verið í því alveg frá því ég var pjakkur, sko. Og svona kallakall. Svona kallakall, já. Allir það ekki, já. Svona kallakall. Þetta er sko, það er misjætt með okkur kallana, hvernig okkur lindir að vera í svona messanum á okkur bát sem eru bara kallar, upp í hesthúsi eða í veiðiskúrnum. Já, akkurat. Ég er ekki þar, sko. Nei, þú ert ekki þar. Nei, þegar það eru komnið svona 5 kallar saman þá alveg. Þá viltu láta þig hverfa. Já. Nei, allir ég sé þá ekki bara svona kallakall. Það er svo þegar maður byrjaði í blaðamennsku, þá var alltaf ein kona á ritstjórn. Já. Þá var það komið þannig að það þurfti, mann fannst að það þurfti að vera ein. Já. Og þá var þetta svona frekar svona kalla stemming. Já. Þetta skánaði mikið eftir því sem að konu fjölgaði í stéttinni. Sko. Já, og ég trúi því alveg. Og ég man svona síðustu ritstjórnum sem ég var með að þá var meiri hlutin konur. Já. Og með það bara að vera góð og eðlileg þróun. Já. Ég er sammála því, auðvitað. Við þurfum að hafa jafnvægi á hlutunum. Já. Kannastu við það að verði svona skrítin andi þegar það eru tómi kallar? Það getur alveg orðið það, en nú er náttúrulega í hestamennskunni og líka orðið í veiðimennskunni. Ég svara að þær eru komnar í golfið, sko. Já, þetta er orðið mjög, sko, þetta er orðið mjög blandað. Það er mikið konur sem eru að lifa í kallasportum og kallaheimi og það eru með kalla mælikvarð á hvernig þið gengur þar á skrýtna. Það hefði átt að frekar vera öfugt. Já, en svo er það annars, það er svolítið fyndið að sko á Íslandi þá voru hestamennska var svolítið mikið kallasport. Já. En erlendis er þetta bara kvennasport. Það er aðalega konur í hestamennsku erlendis, sko. Þetta var einhvern veginn, það var lengi að verða það hér. Svona, konur kemur í hestana. Kannski er íslenski kallinn svolítið kelling. Kannski er það. Við erum smá kellingar í okkur. Þetta er yngið og jangið. Já. Herðu, þú ert leikari. Já. Og ert búin að vera það alla tíð. Já, það er bara mitt eina starf, svona, já. Frá því ég var svona 25 ára, já. Og hvenær vildur þú vera leikari? Ég held að ég hafi nú bara fengið þess að grillu í höfuðið bara ansi ungur, bara ég held að það bara verið í Hagaskóla þegar maður byrjaði að koma fram á okkur árshátíðum og skemmta og svona þá bara kom þessi fluga í höfuð að manni. En af hverju? Þá var þetta bara svona það var einhver áhugi fyrir bara eitthvað bleikský og draumur mér fannst gaman að koma fram og það var aðalega það að má ég spyrja það af hverju? Af hverju heldur þið finnst gaman að koma fram en hvað séu 13 ára? Já. Mér fannst ekki gaman að koma fram. Nei, ég veit það ekki. Það var bara sokkið í gólfið, sko. Mér fannst það skemmtilegt og eitthvað, mér fannst það sko það er líka fólkið og andinn í kringum sko leiklistina fannst mér fannst þetta skemmtilegt fólk líka. Og og ég veit ekki nákvæmlega hvað það var að koma fram að það væri kannski fann maður eitthvað sem maður var góður í og kannski var það bara það maður fann aðeins til sín á þeim árum og svo breyttist þetta þegar maður voru að læra og kafa svona aðeins meira á dýfti en þá fór það þá var þetta bleika ský að öðru þetta var að einhverju fagmennsku og þá var ég hrifinn af henni að hvernig maður segir sögur og hvernig maður fer að því og aðferðina við það þá var það sem tók yfir og það er það sem heldur ennþá dampi. En fyrst langaði mest í klappið og... Ætli það ekki, kannski klappið og eitthvað svona
eitthvað sirkus. Já. Þú sagðir að þú hefur vitið eitthvað sem væri góður í og gerir ráð fyrir því að þegar þú 13 ára stígur upp á svið, þá er eitthvað í þér sem að veldur því að þetta hentar þér. Já. Hvað getur það verið? Ég veit að kannski það líka, sko, þú þarft ákveðið náttúrulega hugrekki til að koma fram fyrir framan fólk. Það eitt, og svo þetta bara alls konar hlutir í þessu starfi. Það einhverja tæmingar og það einhver kraftur sem þú þarft að hafa og þetta eitthvað sambland af mörgum þáttum, sko. Ég held að allir, sko, allir eiga þetta til. Þú bara heyrir fólk sem að segja, gott að segja sögur og svona, það eru margir sem eru betri sögum en einhverjir leikarar, sko. Þú hefur heyrt svona góða sögum en segja góða skemmtisögur og þetta einhver hæfileiki. Það yfirleitt skrifað upp í leikarann. Já, akkurat. Þannig að leikari þarf sögumann. Leikari þarf oft sögumann og hann þarf sögumann til þess að skrifa upp í sig og við erum svona tjáningarformið, sko. En að því að þú varst að tala að síðan hafi komið fagmennskan og svoleiðis, þannig að við svona ræða það á eftir. Ég að velta fyrir mér þessu, hvað það sem að þú hefur í upphafi. Hvort að sé þetta festa eitthvað á það. Veistu það svo erfitt eitthvað að setja puttan á það, held ég. Þess að spyrja því að þú værir ykkur alltaf nærið en þú ert. Já, ég veit það ekki, sko. Ég geti eiginlega ekki sett puttan á það. Þetta eitthvað sem manni finnst bara gaman út af einhverjum ástæðum. Maður kannski setur ekki beint fingurinn á það en þetta eins og að hafa bara gaman að fótbolta, skilur. Ég hefði gaman að þessu. En fyrst þegar þú stígur á svið, kemur fram fyrir það, að þá það vel tekið. Já. En ef því hefði ekki verið vel tekið, þá getur verið að þá hefði bara ekki orðið framhald af þessu. Er þetta það veikt í upphafi? Já, það held ég. Þetta mjög svona brothætt. Ég held að þá hefði maður sennilega farið einhverja aðra leiðir í lífinu. En ég meina, svo hefur maður náttúrulega oft lent í því á ferlinum að það gengur ekki eitthvað. Og það er búið, mennur það? Nei, sko, bara eitthvað verkefni sem þú ert með að það ekki eins og eitthvað smá hlæjað og það ekki leiðið nógu mikið og það er mjög erfitt að stíga yfir það. En það er bara eitthvað sem maður gerir og verður að gera. Það verður að halda áfram. Þú getur það núna, en þú hefði kannski ekki kannski ekki á þessum tíma. Nei, sennilega ekki. Nei. En 13 ára í Hagaskóla. Já. Þú sagðir áðan líka 13 ára að það hefði kynst Benna. Já, við kynntumst 10 ára en fór svona að byrja í hestum 13 ára. Já. En hann náttúrulega með leiklistina í blóðinu. Já, heldur betur. Það nú líka það. Maður ólst upp með honum og var inn á hans heimili og þau voru leikarar, ég fór mikið með honum í leikhúsið. Þar byrjaði náttúrulega einhver áhugi líka. Sjarmerandi heimur og fólk í kringum þetta. Ég tala við leikara og sumir nefnaði mitt svona heim. Já. Sem að þú ert í einhverjum heimi og ferðu inn í leikhúsið og það er bara sérheimur. Já. Alveg aðgreindur frá hinum heiminum. Já. Og það er önnur lögumál þannig einhvern veginn. Já. Og þetta er heimur sem ég get bara farið í ef mér líkar ekki við þennan heim. Akkurat. Er það þannig? Það er bara þannig. Verður eiginlega að segjast eins og það er. Ég man eftir þegar maður var að byrja þannig að þá var maður upptekinn, maður bara það er sérstök lykt þarna inni, það eru tjöldin og það er einhver svona það er lykt af salnum, sko, það er ylvarslyktin þegar fólk er frammi, það er þessi spenna og svo sko opnast þessar dyr bara inn í þennan heim og inn í honum getur maður glemt sér og það er sama hvað áhyggjur eru í daglega lífinu, það er einhvern veginn þetta er eitthvað vist frelsi frá því, vera einhver annar en maður er og maður fer í ákveði svona maður týnir sér inn í þessum heimi. Hvað myndum við segja á íslensku? Þetta er svona eins og ég veit ekki, gæti verið búbla, sko. Já, þegar maður ætla að vera neikvæður. Já, og maður hverfur inn í hennar heim. Þetta er oft líkt leiklist við að þetta er svolítið eins og þegar maður var barn og maður var að leika sér kannski einn eitthvað staðar úti í sundlu og maður var að ímynda sér, maður var í Tarsan eða eitthvað og var að synda eða bjarga einhverjum og maður er í sundlugin að leika sér og ímynda sér og maður trúði svo á það. Þetta er í raun og veru alveg saman hluturinn. Að til þess að ná að vera trúverður á sviði þá verður einhvern veginn að búa til svona heim og lyklana á honum og detta inn í hann.
Þetta sé svona heimur ímyndunaraflsins. Já. Ég sá haft eftir Einstein held ég daginn að rökhugsun getur leitt okkur frá A til B. Já. En ímyndunarafli getur farið með okkur hvert sem er. Já, það er okkur til í því. Eins og fanginn sem sagði þeir geta svo sem loka mig inni en ég ferðast víða sjálfur með ímyndunarafli. En þá er það að leikhúsi sé raunverulega bara leikur á sama stofni og barnið sem að leikur sér og dundar sér. Já, í raun og veru. Þannig að þú ferð að dunda þér með öðrum dundurum í leikhúsinu. Í raun og veru er það grunnurinn að því og svo kemur náttúrulega inn í einhver tækni og fagmennska og hverju þarf að ná fram og list og raunveruleg greining á samfélaginu og manninum og manngildinu og stöðu mannsins í heiminum og þarfandi göttunum en á þessu, þetta byggir á ef að það er ekki með leikinn, barslega leikinn þá er hitt bara leiðilegt sko. Já, þá er það ónýtt sko. Þetta er í raun og veru af því hún notar sko þó að við séum sko við erum eitthvað svona tjáningatæki fyrir höfund og leikstjóra sem vil fara í eitthvað áttir en á eitthvað nátt þarftu að greina vel maður ná þessu fram og þessu fram og þú ert með eitthvað karakter og þá þarftu að setja samt þarftu alltaf að setja sjálfan þig á borðið og þora það hvernig, ef ég væri þessi maður hvernig myndi ég bregðast við? Hvernig myndi mér líða? Hvort sem átt að leika skúrkinn eða góðmennið. Þá verður alltaf að hafa þá víðsýni og ímyndunarafl að koma þér inn í hugarheim þessara persónu. Jafnvel þótt hún sé andstyggileg. Já, jafnvel þótt hún sé andstyggileg. Þá þarf maður horfast augu við það að maður er allt í senn. Já, ég held að við erum öll úr sama efninu gerð. Og í vissum aðstæðum getum við orðið hansi óhugulega. Veit ekki hvað þið sé að fara með umræðum eitthvað annað en sömum ekki lifum við tíma þess að þetta er ekki alveg beint stemmingin sko. Hvað segirðu? Að þetta sé ekki alveg beint stemmingin að við séum öll úr sama efni gerð. Heldur lifum við svona frekar svona dómharða tíma þar sem við halda okkur að þessi sé svona slæmur vegna þess að hann er bara annar tegundar sko. Ég trúi ekki alveg á það. Ég trúi því að við séum veikari getið það ekki. Nei, sko, ég trúi því að við séum einmitt öll úr sama efni gerð en það eru ákveðnar aðstæður sem að koma okkur í sem að ýta okkur út í ákveðnar hluti, sko. En svo erum við líka bara træbal. Við erum, sko, bara abar. Við erum bara frummenn. Viljum vera í einhverjum hóp og við viljum tilheyra hópi og gelta á annan hóp og eins og abarnir gera sko. Og það er svolítið hættulegt ef við getum aldrei sko tala saman eins og siðmennta fólk þurfum, ef við getum ekki sett okkur hinum yfir borðið og lært eitthvað hvort af öðru það er svolítið hættulegt finnst mér þegar við förum að einangra okkur í einhverjum hóp. Og það er ekki vinsælt í dag, þetta er bara í stóru pólitíkinni er þetta að tala að það er bara engin áhugi á diplomatíu lengur, bara áhugi á herfóringjum. Það tala allir í svo herfóringjar. Þannig það er allir geltandi. Já, allan heim líka. Já, allir geltandi af alla. Og engin vill vita hvað henni gengur til. Þar erum við að tapa einhverju finnst mér og þar erum við að fara aftur tilbaka. Og mér finnst það alltaf hættulega þessi dómaharka sem er í heiminum í dag. Og við erum komið svolítið, mér finnst við vera farin langt tilbaka. Mér finnst það vera bara mjög skuggalegt. Já, þetta er mjög skuggalegt ástand. Það er alltaf að tala pendul sko, en hann er komið svo langt að ég er ekki viss að þessi pendul farið tilbaka. Nei, maður veit þessu ekki Já, þú veist að pendul getur farið hringið. Já, kannan fer kannski hringið. Það getur stundu farið á okkur ókunnar slóðir sko. Já, ég meina þetta er orðið það mikið að þetta er náttúrulega orðið svona að nálgast að vera hættulegt í heiminum í dag, eins og bara við sjáum í bara pólitíkinni erlendis, við erum bara ég er mjög hræddur við að við séum bara nálægt heimsstyrjöld sko. Og þetta er Sumir segja að hún sé byrjuð byggðum bara eftir að því að það er alltaf skilgreind eftir á hvenær styrjaldi byrja. Já, akkurat. Hún sé bara byrjuð, bara eftir að allt okkur á því. Leikhúsið er Hlíðarveröld, byggir á hinum barslega leik. En hún er líka tæki samfélagsins til að halda sönsum. Já. Trúirðu því?
Já, ég trúi því. Maður leikhúsið sé gríðarlega mikilvægt. Ég held að það sé mjög mikilvægt og ég, sko, það er mismikilvægt. Ég meina, það eru, sko, leikhúsið þarf að vera allt í senn. Það þarf að vera fyrir alla hópa. Það þarf að vera skemmtun, það þarf að vera fyrir börnin, það þarf að vera líka eitthvað fyrir þá sem vilja rýna í samfélagið og fara á dýptina. Það þarf að vera góða bókmenntir og svo má það líka vera bara ber skemmtun og farsi. Ég held að við þurfum allar þessar tegundir af leikhúsi en ég held að þetta sé mjög mikilvægt og ef ég tryði því ekki þá gæti ég örugglega ekki staðið þarna lengur. Þetta skiptir máli? Já, þetta verður að skipta mig máli og það... En ef við tökum bara leikhúsið því að leikhúsið er svona augnablík, listaugnablíksins. Þú nefndir hérna, þriðaskipti nefnum við hérna Ben Erlings. Já. Ég leika mér alltaf þegar ég hitt hann að hann hefði tekið ranga ákvörðun að fara úr leikhúsinu. Já. Leikhúsið, það er málið í dag, Ben. Það er hérna, þú veist, í augnablikinu, það er það sem við þurfum, það geta allir gert þessar helvitis bíómyndir, það er bara að stríða hann með það. En það er pínlítið að meina þetta, af því að það sem að gerist í augnablikinu, það sem þú lokaður inn í leikhúsinu, það getur orðið svo sterk upplifun. Sama hátt og í tónlist, að hérna, þú veit á tónleikum, að það er miklu sterkari upplifun þegar þú upplifir að einleikarinn sé að spila þetta verk fyrir þig og líklega er hann bara búið þetta til á staðnum og þetta er aldrei verið til og verður aldrei aftur til. Nei. En hitt er bara meira með einhver skráning svona eitthvað fyrir skjalavörðin að gema. En þetta afl leikhússins, þetta í augnablikinu, hversu mikil áhrif það getur haft á einstakling. Er þetta kannski einhver vitleysa í mér? Nei, sko, andrúmsloftið sko, getur orðið mjög þykkt í leikhúsinu og það er galdurinn. Þegar það næst, þá er það náttúrulega alveg dásamlegt og hérna, þá finna allir það og enginn þorra að anda og þegar fólkið er með þér og því að fólkið er náttúrulega síðasti leikarinn, sko. Það eru áhorfendurnir. Og ef þeir dett inn í hennar heim og þú nærði að halda þeim með þér í þessum heimi, það er galdurinn við leikhúsið. Og það er náttúrulega draumurinn að ná því. Næst ekki alltaf. Þá fer það bara þá fer það á annan level. Og það er það sem að mér finnst við geta kallað leiklist. Það geta verið sko 50 eða 100 sýningar hér. Áður en þetta gerist, sko. Ég segi það sem áhorfandi að borga sig bara að fara á alla sýningar til þess að ná þessu því að maður getur ekki sirkað þetta út. Sko það verður aldrei eins en ég held að þú sért búin að ná ákveðnum sko þú ert búin að ná ákveðnum stað þar sem maður fer ekki niður fyrir. Já, í einu verki. Ég var aftur við að það var sko 50 til 100 verk. Áður og næður á þarna. Já, það getur vel verið. Það getur vel verið. Já. Ég meina það er alltaf einhverju verk sem maður náði þess ekki og svo er það. En á bakvið þetta er alveg rosaleg vinna. Já, það er mikil tilraunir og slípun og eitthvað sem að gekk ekki. Já. Eitthvað sem að datt fram af. Já. Og eitthvað sem að bara dó. Já. Og allir held að væri á lífi en bara dó. Já, og mörgu hent og það er verið að æfa náttúrulega í 8 vikur og þá prófum að fara þessa leið og svo gengur hún ekki okkur, finnst hún ekki góð og þá er henni hent og við förum þessa leið og það er alltaf verið að slípa og búa til og að reyna að finna út hvar mest í slagkrafturinn getur verið. Stundu finnst það? Stundu finnst það og þá er gaman. En stundu verða bara gott. Já. En síðan til þess að verði frábært. Já. Það er ekki hægt að benda á hvað þetta er, eða hvað? Er það svona, það er náttúrulega bæði sko, ef það helst í hendur incidents, þú getur stemt að þessu og vonað þessu, þú getur ekki búið þetta til. Nei, ég raun og sko, við erum að reyna að búið þetta til alltaf, en sko þetta helst í hendur bara, það er gott verk, það er góður hópur, góður leikstjóri og þetta þrennt þarf að vera, það er sagan, leikarnir, leikstjórin og bara stemmingin í grúpunni, hvað er mikil vilji til að ná í þetta, hversu vel tekst okkur að halda á þessu saman. Og tími, þannig að segjum að þetta verk hafi verið sett upp í hittifyrra og síðan í ár, það getur skipt máli. Já. Því að stundu sér maður verk og maður hugsa að þetta er bara ekki erindið
Já, ekki alveg klárt, sko. Svo breytist eitthvað í heiminum, ég mann eins og eftir hrun að það var allt í einu sem var sett upp nokkra svona þessar amerísku klassik og allt í einu fannst manni þau einhvern veginn tala sterkara til manns að því að það er bara eitthvað í samfélaginu sem þetta Oft það tíminn, sko, það er alveg rétt að myndast meiri slagkraftur, en samt ég alltaf á því að góð verk ég hef einhvern tímann, sagði þetta nú einhvern tímann viðtali, hvort ég gerði það bara hjá þér, en mér finnst að góð verk er bara eins og bók í hillu og þú ert í bókasafni aðeins eða langaðeins, sérðu eitthvað á kilinu með spennandi bók, þú lest hana, hún er eldgömul, hún er kannski bara 2 alda gömul. En ef hún talar til þín, þá erum við alltaf, þetta er bara eitthvað sammannlegt. Hvort sem það er gamalt eða ekki, þetta á kannski alltaf erindi, bara góð saga á alltaf erindi. En þú ert eins og þýðandinn, þannig að þú tekur þessa bók, 2 alda gamla, og þú þarft að þýða hana upp á svið. Og það er þýðingin sem að getur verið, þú getur tekið gamalt verk, og það bara hittir ekki einhvern veginn, kannski af því að þú varst upptekinn af því og þú sást það einhvern tímann fyrir 50 árum alltaf að endurtaka eitthvað sem er ekki hægt að endurtaka og náður ekki einhvern veginn sísköpunin til þess að koma því, það er alls konar í þessu. Það má alveg segja það er svona hvernig maður skilur textan og upplifum manns á því hvort maður getur tengt við það. En leikarinn líklega hneigist til þess að trúa því að við séum alltaf eins, höfum alltaf verið eins mannskepnan. Við höfum alltaf verið lík. Við höfum alltaf verið nokkuð svipuð, sko. Mannskepnan, já, ég held það. Og drifin áfram af hvötum. Já, eins og ég talaði bara abbana. Sem við geta skaðað okkur meitt. Já. Og það er ástin líka og það er hérna Ástu getur eyðilagt okkur og brent okkur. Við getum eyðilagt hann og skemmt. Já. Þetta er þetta sammannlega sem við fjöllum um. Og það er nauðsynlegt held ég að við vorum að tala með það áðan að hvernig leikhús er mikilvægt. Það er mikilvægt vegna þess að við getum í góðum verkum og við getum komið inn til þess að hlæja og haft gaman og létt okkur lundina. Svo getum við líka komið inn og speiklað okkur í persónum sem að við sjáum á sviðinu. En svo heyrðu mig segja hérna að við fengjum gestingar sem við getum speiklað okkur í. Já, akkurat. Og þá getum við svona speiklað okkur og séð okkur og ímyndað okkur þessar aðstæður. Og stundum er eitthvað svolítið líkt með því sem við höfum lent í og það sem við erum að sjá. Getur orðið mjög ágengt. Já. Þannig að það er... En ef við erum ekki í stuði getur við líka verið lélegir áhorfendur og dæmt persónunar og ekki tekið það til okkar. Við erum alls konar líka. Já. Og leikhúsi, sko, sama verkið er ekkit fyrir alla. Það má vera þannig. Það er ekkit hægt að sko argast út í áhorfanda sem hefur ekkit gaman að þessu. Það bara verður svo að vera. Þú talar að fara og hlæja af ykkur. Já. Það er náttúrulega getur verið mjög róttæk gjörð. Já. Ef þú hlærir það tilteknum hlutum. Já. Það er bara að djarfast það svo getur gert er að hlæja af ykkur sem að mátt ekki hlæja. Það er bara þannig. Já. Þannig að gamanverk geta verið helvíti beitt. Þau eru ekki bara svona relíf. Nei. En relífið getur verið svo stórt vegna þess að þú ert að hlæja af ykkur sem er á sem er kannski borderline, sko. Og það finnst mér alltaf skemmtilegast í húmónu. Það er þegar við erum á einhverju nöf og mátt valla hlæja þessu. Það er fyndnast af því að það er einhvern veginn, sko, það er húmor. Góði brandarar er yfirleitt þannig líka að við hlæjum af því þetta er svo fyndið við erum komin á stað sem við eiginlega megum ekki vera. Þá er hláturinn óvæntur og uppgötun. Já. Eins og sannleikurinn og fegurðin er sterkust þegar kemur okkur þennir uppkvötun. Já, og hláturinn getur verið svona uppkvötun. Já, þetta er sko og þetta helst allt í hendur. Það er gaman að sko eins og Shakespeare gerir í Rómeó og Júlíu. Þetta er svo létt og kátt fyrir hléð og þetta er svona tækni leikhússins líka að þú opnar áhorfandann af því að þegar við hlæjum þá vorum við að opna okkur. Opnum á okkar tilfinningar og við segjum, það er engin hætta, við erum ekki hlæjandi ef við erum með vörn. Þá opnar áhorfandann, hann er galopinn tilfinningarlega og
þá skellir hann draman í gang þá Mercutio drepinn og við förum inn í sorgina og þá áhorfandinn svo opinn að hann þá koma tárin, þannig að þá ertu alveg búin að ná honum. Þetta er svona trikk sem svo sumir hafa gert að við verum að frumsýna þessa dramatísku mynd á nýjársdag. Þá allir svo glaðir eftir jólin og búin að fá sér svolítið deginum áður og allir eru svona tilfinningarnir eru galopnar og þetta er besti dagur til að frumsýna dramatíska mynd. Er það þannig? Já, ég segi það. Var ekki fært til hérna, það var ekki alltaf frumsýnt á annan jólum, er búið að færa það yfir á nýjársdag? Kveikmyndirnar? Nei, leikhúsið, er það bara annan leikhúsið sem er á nýjársdag? Þjóðleikhúsið er alltaf á annan í jólum. Já. Er það ekki þetta erfiður dagur eitthvað? Það er svolítið erfitt þegar maður er í jólasýningunni og það er svona þá koma líka 2 dagar á milli sko, æfingarlausir jólin og svo jóladagur sko. En þetta það er alltaf svolítið erfitt að vera í þeirri sýningu. Svo nefndi Shakespeare, hérna, hvað er gamall? Má ég spyrja því? Ég er 56 ára. Hvað ertu svona, þú ert búinn með hérna Rómeó? Nei, ég var aldrei Rómeó. Nei, ég segi að þú myndi ekki ná honum. Nei, ekki þessu, nei. Ég verð að segja við þig, það er óruneft. Þú ert búinn með Macbeth eða hvað? Nei, ég lék í Macbeth. Akkur férst ekki Rómeó og Macbeth? Ég fekk bara Hamlet og Ríkard III, maður má ekki gera allt, sko. Ríkard III, þú hefur getað gert það bara núna líka fyrir 10 ára. Já, kannski ger ég hann aftur seinna. Og svo er Lear sem að býður? Svo býður kannski Lear, já. Ég ætla nú að verða aðeins eldri. Já, hann er býður, sko, ég er ekki að hvetja það til þess að fara í hann. Jú, það er einhver verk sem býða svona, einhver klassik. Óþello hefur þú fengið að leika hér á öðrum tíma en þú færði ekki að gera það núna? Nei, það má ekki núna. Nei. Ekki nema ég leiki Jakko. En þetta er svona ferðalag, eða ekki? Það er reyndar í gamla dag voru menn sem voru að leika sko, Hamlet til 70, sko. Já. En það er ekki lengur, þetta. Nei, ég held að, en það er það svolítið skrítið. Já. Og það tengist að hann verður að hafa ungsmanns orkuna. Já, hann verður að hafa það. Já. Og þess vegna spurðu hérna aldurinn og hérna. Að því að leikarinn þú ert hljóðfærið þitt. Já. Og þú breytist árinu. Já. Þannig að sem listamaður þarftu að endurskapa þig fyrir hvert æviskeið. Já, algjörlega. Og maður sér leikara sem að hafa ekki náði og það er erfitt. Já. Og þú getur reyndar séð það líka bara í tónlistamönnum sem að slá í gegn sem ungherrar beint út úr bílskútum og eru síðan nátt fram og gamalsaldur að leika það en ná ekki einhvern veginn að endurskapa sig fyrir hvert stig. Við sjáum þetta líka hjá rithöfundum. Þetta er Laxness sem hefur gott dæmi að hann á stórkostleg æskuverk. Hann á stórkostleg svona ungs manndómsverk, hann á stórkostleg manndómsverk og hann á stórkostleg verk sem svona wise old men. Sammála því, já. En leikara þurfa að fara í gegnum þetta? Já, en maður þarf að, leikara þurfa líka að sætta sig við að eldast, sko. Sko. Og það er erfitt í sviðsljósinu? Nei, mér finnst það ekki. Mér finnst það frábært. En það er margir sem detta af vagninum, að ég ætla að vera eitthvað grimmur við fólk, að það er margir sem eru með ungherra orkuna á sviðinu, sem að síðan, þú sér þá aldrei sem hérna á manndómsárunum eða sem er svona eldri menn eða... Já, það eru einhverjir sem detta út, en bæði getur að vera það, þeir hverfa og svo eru bara voðalega margir sem missa áhugann á þessu. Akkur. Ég held að það sé bara af því að þetta er erfitt starf og þetta er erfið vinnutími og það eru margir sem bara frestast til þess að fara í eitthvað annað, sko, breyta til. Og þetta er slítandi á margan hátt og maður verður að hafa alveg brennandi áhuga á þessu bara til þess að nenna þessu. Af því ég raun og veru hugsa maður stundum, hvað er ég að gera hérna? Ég er 56 ára maður og er að fara í eitthvað búning og þykist verið eitthvað annar. Að skýta launum. Já, skýta launum yfirleitt. En sko... Það er skýta laun inn í leikurssonum, ekki? Jú, það er það. En hérna, þú verður að hafa bara brennandi áhuga á því sem þú ert að gera. Og ég segi líka alltaf, ef ég missi þann áhuga, þá missir maður líka, sko, einhverja getu í leiðinni. Já. Það er ekkert sorgleira en áhugalaus leikar upp á sviði. Nei, að vera áhugalaus leikar upp á sviði, þú sér það bara, það sjá það allir. Þá verður maður bara að hætta þessu.
En það hefur komið stund þar sem þú velti fyrir þér eða hvað? Það hafa komið margar stundir og svo bara, þá það yfirleitt ef að maður asnaðist til þess að segja já við eitthvað leiðilegu leikriti sem bara ekki nógu gott og svona bara trapt inn í já, og það eru 3-4 mánuðir. Já, þá ertu bara fastur hérna. En maður lífir það alltaf af ef að kemur eitthvað annað skemmtilegur og eftir. En að því vorum að tala svona þroskan og maður breytist, já. En hefur það ekki verið eitthvað tímabil þar sem að þú hefur verið að breytast og ekki bara verið í takt við sjálfa þig Jú. Af því að ef þetta svona endursköpun, já. Þá maður ekki alltaf on top of it, sko. Nei. Ég held að maður taki líka bara hæðir og lægðir í þessu fæi eins og í öllu kannski störfum. Og þú svona, já, komu kannski einhver tímabil þar sem manni fannst maður eiga að gera eitthvað annað en maður var að gera. Eins og? Nei, maður væri kannski orðinu of gamall fyrir eitthvað hlutverk sem maður var að gera og maður var í raun og veru komin áfram og hefði átt að vera í eldri köllum, sko. En og einhvern tíma var maður ungur til að gera eitthvað sem maður var að gera. Þannig að það kom alltaf kannski einhverju svona 2-3 ár sem eru skrítin, þá kannski maður fer einhvern veginn upp á næsta stíg. Þannig að þetta raunverulegt að þetta þarf að vera í takt við þína stöðu og þitt. Já, og maður þarf svona, það gaman núna finnst mér að maður að fá hlutverk sem að passa vel við manns eigin aldur, sko. Byrja að vera pappinn. Maður komin í kallana, sko. Og það oft ansi skemmtileg hlutverk. Og þú getur þakkaði fyrir að vera karl, af því að það er persónugallerí til dauðans. Já. En stelpurnar, þær eru með svona bunka halla ungar og svo verður alltaf minna og minna. Já, því miður það þannig, en sem betur fyrir nú einhverju farnir að skrifa fleiri leikrit fyrir konur. En og svindla með að sita konur í kallalutur. En það bara, því miður það staðreynd að það bara erfiðara að vera kona í þessum bransa. Okkur? Nei, upp á þetta að gera, sem varst að nefna. Að sko halda áfram að séu nóg af hlutverkum fyrir þig þegar þú heldur áfram. Og svo ef við myndum lýsa út í salin, þá stæðsti hluti áhorfenda oft konur á miðjumaldri. Það bara staðreynd. Það halda okkur uppi. Og svo snýð við, þá þær ekki á sviðinu. Nei. Þetta alveg stórkostlegt. Sko við eigum allt miðaldra konum að þakka og þær draga menninu sem með sér svona, eða texta. Annars var þeir bara á vellinum. Já. Og fótbolta. Já. En það staðreyndin. Herðu, ég með svona félagsfræðilega rannsóknir við borðið. Já. Ég spyr alla hvernig muni fyrst eftir sér. Heyrðu. Ég lenti einu svona manni sem mundi eftir eigin fæðingu. Þú manst ekki svo langt eftir? Nei, ég man ekki svo langt eftir. Ég held ég muni fyrst eftir mér bara þegar ég var svona 4 ára, eitthvað svoleiðis. Ég man eftir, ég var að horfa á glænýja strigaskó sem ég var í. Með bláum og rauðum röndum. Bara eitthvað svona minning. Það voru í Reykjavík? Það voru í Reykjavík, já. Og hvað í Reykjavík? Þá hef ég sennilega verið á Hofteig, búið þar hjá foreldrum mínum. Það eitthvað svona minningar og eitthvað ég var að fara á, svo manni að ég var að fara á leikskólan og ég hélt í fram að ég mætti koma að fara þegar ég vildi, af því að mamma leiði mér að fara einn og ég var á 3-hjóli með skúffu aftan á og það var stutt bara, mér fannst þetta voðalega langt. Þangað fór ég einn á leikskólan og fann mikið til mín. 3-hjóli var hengt upp og svo eftir svona klukkutíma sagðist ég vera að fara og ég man eftir því að það voru að banna mér að fara, þú mátt ekki fara og nú ég fyrir alls ferðamenn, sko. Ég kom og ég fer þegar ég vil. Orðið fullorðið? Þetta orðið fullorðið, sko. En það tekið að þér? Já, svo ég talaðu til. En þetta svolítið fyndið, maður man eftir þessum tíma, leikskóla árunum, 4 ára. Þetta líka stór stund, sko, að fara einn á hjóli. Já, svakalega. Ég man að fyrst þegar dóttir mín labbaði heim úr skólanum, hún kom svo glöð heim og þetta hefði verið svo mikið frídóm. Já, sagðum það. Já, verið bara ein á labba eftir ægisíðunni heim úr skólanum. Frídóm, sko. Þannig að það hefði verið tilfíkil á leiðinni í skólanum. Algjörlega, eitthvað sjálfstæði. Já.
En hérna á Hoftegi þá var fjölskylda, þú og... Já, mamma og pabbi. Já. Þá var ég bara einn kominn, engabarn. Þú ert elsta barnið? Ég elsta barnið, svo egnuðust þau 3 dætur í viðbót. Þannig þú ert elstur og með 3 systur? Já, nú bara ég og yngsta systir mín eftir, hinnar fengu báða krabbamein og dóu. En já, þannig að við erum 2 eftir af 4. Ég var elstur af þessum 4 systur. Þetta er mikill harmur fyrir fjölskyldu? Já, ofboðslega. Hvað voru þær gamlar þeirra? Þær voru kornungar. Þær voru bara báðar hann var fertugt og hinn svona 45. Ótrúlega ósakett að taka þeim halva ævina. Já, þetta er lífið skrítið. Dauðinn er skepna. Já, já, hann getur verið það. Svona í þessum tilfellum þegar svona ungt fólk fer, það er voðalega eitthvað trist og ósangjant finnst manni. En þú varst elstur, skiptið það máli? Kannast það er oft svona... Vera elstur? Já. Ég veit ekki. Jú, kannski einhverju máli, kannski maður hafi orðið svona sjálfstæður fyrr. Fólk með 4 börn, það hefur ekki ofboðslega mikið kannski tíma fyrir elsta barnið, það verður að verða sjálfstætt fyrr og koma sér sjálfur á milli staða og svona. Ég að hitta bræður mína, við hittust reglulega, 4 bræður. Já. Og það er mikil munur á hluturkomun okkar. Já, svo sem er elstur, hann er bara, hann er svona hálfpabbi okkar. Já, einmitt. Já. Og ég er yngstur. Já, þú ert yngstur. Ég má segja vel hvað sem er. Já, en það er oft sagt að yngstu börnin taki mesta ábyrgðina. Að þau þurfi að sjá þau sjá alla fara í gegnum alls konar vesen og þau eru að reyna að halda öllum góðum. Ger ekki mistöki sem hinn ekki. Já, og reyna að vera besta barnið fyrir pólitrana svo þau þurfi ekki að Herðu, en viltu segja mér frá mömmuðinni? Móður minni, já. Hvað viltu vita hana? Bara, þannig að ég átti mig á því hvers konar manneskja. Já, mamma mín er fædd á Patreksfirði og er þaðan. Og hún var svona mestmegnis heimavinnandi húsmóður að sjá alla þessa krakkamerð og eignaðist okkur öll bara fyrir 30. Og svo var hún bara svolítið mikið í því að sjá eitthvað. Svo fór hún og lærði var svona skeytingamanneski þegar var hjá Morgunblaðinu. Þá var fólk, þá var þetta ekkert alltaf í tölvum, þá voru menn að skeyta. Þetta er eiginlega fyrir offseti. Já. Og hún var í því í mörg ár líka. Þá gæti hún hætti því og fór bara aftur í heimavinnandi húsmaður. Og var þá matarlykt þegar þú komst heim? Alltaf, það var alltaf. Þú ert ekki lyklabarn? Nei, það var matarlykt alltaf á kvöldin og það var, ég man að hún tók næturvaktir þegar hún var í skeytingunum. Þá fór hún bara á nóttunni þegar hún búin að elda matinn. Þannig að þetta var svolítið, það var alltaf matarlykt heima og allt í orðin. Nú er fólk að sakna þessa tíma og vill fá kórundar aftur heim? Já, það verður ekki hægt úr þessu veldi. Er það en pabbi þinn? Já, pabbi minn er íslensku fræðingur og kennari og þýðandi. Það er svolítið áberandi þegar þú varst í æsku, eða ekki? Hann var þjóðþekktur maður. Jú, hann var þjóðþekktur maður. Mikið áberandi hann var mikið líka áður en að leikararnir fóru að taka við því að tala inn á allar myndir, svona bæði teiknimyndir og dýralífsmyndir. Þá var pabbi í þessu. Hann las inn bara heilu teiknimyndir, alla karakterina og öll börnin í hverfinu þekktu pappa. Og muna allir á mínum aldri eftir þessum, hvað hét þetta, þættirnir með Fróða og Já, ég er búin að gleyma hvað hétu. Þetta voru svona... Litli kallinn með stóra skeggi. Já, þetta var frá fortíð og yfir til bara
inn í framtíðina og hann las inn á fullt af svona á Barbapapa og allt þetta og börnin hlupu á eftir honum á göttunni þegar við komum heim og öskruðu eftir honum leiktu Barbapapa En hann var þekktur svona eiginlega fyrir svona eitthvað svona karakter hann var. Það er ekki sjálfgefið að einhver íslensku fræðingur verði sko þjóðþekktur. Nei, hann var náttúrulega með daglegt mál og í útvarpinu og svo var hann í... Þetta er trausta veðurfræðing. Já, hann var líka... Veðurfréttirnar. Já. En var það alveg þekktu fyrir það bara hvernig, það var mjög fínlegt. Bara þekktu fyrir það hvernig hann sagði veðurfréttirnar. Hann þótti svo skemmtileg. Já, pabbiði var eitthvað hann, hann þótti mjög skemmtileg. Já. Og þeir voru einmitt saman með spurninga þátt að tímabili minni. Hann og Trausti. En pabbiði var stjarna. Hann var stjarna. Og þegar þú varst hvað gamall? Þá er ég bara smá pjakkur sko, smá búki, ég bara eitthvað 10 ára, eitthvað svoleiðis. Heldur það skipti máli að allir krakkarnir vissu hver pappið þeim væri og þótti eitthvað mikið til hann? Ég held að maður hafi bara verið svolítið upp með sér sko. Já, leit svolítið stórt á hann. Já, gerði það örugglega sko. En ég hef alltaf borið virðingu fyrir honum, hann er gáfaður og skemmtilegur maður og hafði alltaf litið upp til föður mér sko. Og eitthvað í þér sem minnir á hann? Það er örugglega eitthvað, en það eru sennilega aðrir sem gætu bent á það, fremur en ég sjálfur sko. Það er ekki að þú sett farin að segja setningar sem hann sagði við þig? Maður hefur nú tekið eftir því svona uppeldi barna sinna að maður á það til að allt í hennu grípi eitthvað sem var sagt við mann sjálfan. Einhver kallar þetta að væri the invasion of the body snatchers. Allt í hennu stendur einhver staðar og pabbiðin talar í gegnum þig. Það er, jú, svo eru einhverjir taktar sem allt í hennu koma í mann og minna mann á sko föðumanns. Það er allt í hennu maður með eitthvað hreyfingar eða stellingar eitthvað. Nei, Jesús minn, ég er alveg eins og pappin. Ég spyr líka fólk að einu sem er upplifur að þú værir velkomin og elskaður. Já. Nú, hvernig fannstu það? Nei, maður fann það bara það var mikil ást á þessu heimili og það er svona góðar minningar eins og pabbi var mjög duglegur að ég man eftir svona fallegum stundum eins og við öll fjölskyldan sko, við öll börnin lágum í náttfötunum upp í rúmi og hann las alltaf nokkra kafla fyrir okkur öll áður en fórum að sofa. Það er bara svona hlutir sem maður man eftir og það var séð okkur, farið með okkur í tjaldferðir og mikið gert fyrir okkur sem börn sko. Þannig að ég man bara eftir svona ástríku uppeldi, já. Það er, og maður var hvattur áfram og ekki latur. Já. Það gerist samt einhvern veginn að maður fer frá heimilinu með einhverjum hætti. Já. Og þú nefndir vinið þína og já. Það er þannig. Já. Og maður dregst frá því. Stundum er það einhver sem er fullorðin sem hefur áhrif á mann. Ég nefndi áðan að ég viðtala við fólk sem allt í einu opnast sko leikhúsheimurinn. Já. Þú ert kannski orðin eldri þá eða 10-11 ára eða? Já, ég er svona þegar þú meinar að leikhúsheimurinn Já. Nei, þá var ég svona eitthvað 13 ára þegar það fer að sko opnast og jú, þá fær maður áhuga á öðrum hlutum og já, dregst út af heimilu, svo var ég körfubolta mikið sko þegar ég var barn og unglingur þangað til að leiklistin tók alveg við þegar ég var komin í MR þá var leiklistaráhuginn orðinn svo mikill að þá hætti ég að spila körfubolta og þá voru aðri hluti sem tóku við, það var meira gaman að vera í kringum bæði leiklistarhópin og svo aðra bekkjafélaga og vinni. Mentó eins og allir vita, þá svona byrjar einhvern veginn fullorðinsárin. Það er svona uppstokk í vinahópnum. Já, svolítið. Fólk velur sér saman sem hefur sambarlega áhuga. Akkurat, bæði það og svo er náttúrulega einhverjir gamli vinir sem haldast áfram. En þá byrjar svolítið lífið og svo man ég að við Daniel Ágúst vorum saman í menntaskóla í herranótt í leiklistinni. Við erum miklu vinur og hann endaði á að gista bara heima hjá mér öll menntaskóla árin af því ég bjó í miðstræti sem var bara við hliðin á MR.
og við vorum þarna saman í herranótt, miklu vinir og endanum, af því þú varst að tala um að slíta sig frá og fara heim, þá man ég eftir því, sko, og þú spurði líka hvort það hefði verið eitthvað í pottunum. Þá allt í einu 20 vinir og að leigja íbúð saman á Tungutunni og flytjaði heiman 19 ára og vorum ekki búin með menntaskólan, vorum rétt svona undir lokin að klára og þetta gerðist alltaf á einum degi, við fengum íbúðina, við komum heim til mömmu sem var einmitt að hræra í pottinum og ég sagði, heyrðu, við erum búin að fá íbúð, við ætlum að flytja, ég ætla að flytja heiman. Og Danni var búin að vera þarna bara eins og grálköttur heimagangur. Og hún sér, já, og hvenær? Bara núna, sendibíllinn á leiðinni. Og ég man að við hlupum upp, bárum niður öll húsgögnin úr þessu litla herbyggi sem ég var í. Og ég man þegar vorum að bera síðasta stólana og vorum að segja bless, þá var hún einmitt að hræra í pottinum og sagði, ætlið ekki einu svona borðu það. Svona var viðskilnaður. Sko. Já. Það var ekki meiri fyrirværi á hlutunum. Og þá tók við eitthvað allt annað lífið, ekki? Jú, þá byrja bara. Það verið svakalegur búskapur hjá okkur, ekki? Þetta var svakalegur búskapur, jú. Þetta var líka skemmtilegt eins og þegar börn flytja fyrsta heimann og uppgöta hvað osturinn er dýr, sko. Eitthvað sem maður er búin að spæna út úr ískapnum alveg. Þá byrjaði þetta að skoða hvað þetta væri nú dýrt að lifa og svona. Það er mikið frídóm, svo ég vitna nú í... Svo var mikið frídóm, já, auðvitað. Mikið frídóm og partí og skemmtilegheit og allir að finna sig í lífinu. Þú er svolítið áberandi í, ertu ekki svona kaffibarskynsluðin eiginlega? Jú, algjörlega. Jú. Þetta er eitthvað svona tímabili sem að var, já, hvað er þetta að kalla? Man gæti kalla þetta sukk. Þetta var náttúrulega bara sukk. Er þetta ekki svona kringum 1990 og 10. áratug? Jú. Ég geti bara sagt, þú veist, bara epil, reif, það var alveg rosalega svona vímuð unglingamenning eða ungsfólksmenning. Já, ég fór nú aldrei í svoleið, sko. Tunglið og allt þetta var kaffivagnin. Já. Þetta er bara hroll, sko. Já, þetta var rosalegu tími. Margir, sko, mikið af fólki náttúrulega á þessum tíma sem maður ekki getur, sem er bara komið með þeim eitt út í lífið og svolítið mikið í listinni af þessu fólki sem var að það. Já, þetta var svona listahópur sem var yfir eitthvað svona næturlífi líka. Já, lífið það er náttúrulega oft verið þannig að það voru listamenn og leikarar og fleiri sem voru á Símonar bara á Naustinu og Laugaví 11 og... Sko á þessum tíma þá voru listamenn og leikarar mjög mikið á barnum og það var mikið fyllir í kringum okkur. Og eitthvað trúum að það væri hluti af því að vera skapandi. Og ég manna fannst að vera bara, sko það er tilheyra því að vera listamaður, þá væri maður svolítið fyllibitta. Og ég manna að maður keyrði sér svolítið yfir, sko, á þessu. Þetta hefur rosalega mikið breyst. Þetta er ekki svona unga kynslóðin, eða fólki sem er yngri en ég, það er bara alls ekki svona. Það er svo pent í öllu þessu. Þetta var, ég veit ekki, þetta var bara einhver bylgja. Sem er þarna, held ég. Já, og þetta var einhver svona, það var bara eins og að fylgdi því að vera svolítið svona anarkískur og svolítið fyllibitt og þetta var eitthvað svona, ég veit ekki hvaðan þetta kom, þetta bara kannski einhver erlend áhrif, sko. En þú lifðir þetta af? Ég náði rétt lifðið þetta af. Þetta þú verið í Háska? Ég hugsa að ég hafi verið í Háska nokkur sinnum, já, alveg örugglega. Komið svolítið langt, sko. Ég var eins og formaður S.A. og þá var ég meðal annars að dunda mig við að segja, ég kalla þetta harmsúr. Já. Það voru að segja bara sögur af áfengis- og vímuefnasjúklingum í gegnum tíman. Já. Og mikið af svona áberandi fólki og hugmyndi var að sömuleyti svo að segja fólk sem að væri með áfengis- og vímuefnavanda að það hefði margt stórkostlegt fólk verið með sama vanda, sko. Já. En svo kemur náttúrulega líka fram hversu rosalega mikil áhrif þetta hefur á líf fólks og heilu kynslóðana. Og ég nefndi þarna Laugavegur 11 og Símona bara og svona. Þú veit með heila listamanna kynslóð í Reykjavík á eftirstríðsárunum. Já. Það sem að, þú veist, það sem að myndi halda að það gæti átt svona langan feril, en átti bara svona langan feril. Einmitt.
Og það gat verið að það bara dó eða það bara náði ekki að því að ef þú ert sífullur að þá við vorum að fara yfir áðan að þú þyrftir að endurnýja sjálfa þig sko, sem hljóðfæri. Þú gerir það ekki fullur sko. Þú gerir það ekki. Þegar þú endar í því að bara vera að endurtaka það sama sem þú gerir. Það er mikil orka sem þeir fyllir í. Það var eitthvað svona í kringum 10. áratuginn þar sem að var einhvern veginn svona stemming. Svo voru líka svo margir Cobain dó þarna. Þetta var einhver stemming í loftinu. Svo voru margir erlendi leikstjórar sem komu, þetta voru allt bitur sko. Drukku mikið og þetta voru fyrirmyndirnar, skilurðu. Þetta var svolítið svona sko. Einhver fylgifiskur sko. En þetta er allt annað landslag í dag. Þannig að nú er unga fólki mín fyrirmynd. Sem maður veit ekki af þessu. Þetta er bara, það er allt öðruvís. En ég nefndi þarna Laugavellu og það og vegna þess að ég er að velta fyrir mér hvort þetta komi í svona bylgjum eða hvort að við séum almennt að skána, ég veit ekki. Það er náttúrulega mikil neysla í samfélaginu í dag. Já, er það ekki bara einhver annars konar? Það fylgir ekki þessu að til þess að verða góðu listamenn að sprengja, þetta bóhemma dæmi er farið. Já, það er svona farið, þessar bóhem típur sko. En þú kemur úr því? Ég kem úr því, já. Ég kem beint úr því. Já, algjörlega. Það getur ekki haldið fram að það hafi hjálpað og verið nöðslegt? Ég ætla ekki að Þú ert náttúrulega svo sem þú ert. Já, maður er sá sem maður er og maður hefur, eitthvað kannski lífsreynslu fengið í gegnum það. Maður losnar ekki, sálinn verður ekki þvegin, sko. Við getum haft svona viðvörun, sko, ef þú ert að hlusta og ert kannski undir 30, þá slökktu aðeins í smá stund. En núna, hvað þetta, ykkur ólmstríða og eitthvað þetta, hvað gaf það þér? Já, það hefur kannski eitthvað að gefa manni. Það hefur gefið manni kannski eitthvað þekkingu eða innsýn inn í eitthvað ákveðin hugarheim og lífsstíl og og kannski eitthvað ljótleika líka, alls konar partí og gefið manni öðruvísi innsýn inn í heiminn, sko. Og maður þekkir ákveðina hluti sem það hafa ekki kynst, en það er ekki... Þess að við erum ekki alveg upp á okkur besta. Já. Getur verið meira samstyggileg. Já, algjörlega. Þannig að maður þekkir þá hliðar manneskjunar líka. Kannski betur en sumir aðrir, en málið er nú, þú þarft ekki að þekkja allt til þess að leika það. Þú þarft ekki að hafa reynt allt til þess að leika það. Ekki nákvæmlega. Þú getur til þess dáið á sviði. Þannig að ég þurfti ekkit endilega... Þú getur dáið á sviði. Það fara þessa leið. Nei. Þú getur dáið á sviði annars að það var dáið. Það nákvæmlega. En þetta með, fyrst að ég ætla aðeins að hrekkja þig og spyrja meir út í þetta. Af því að eitt í þessu svona sambandi við bóhemma og það sem er mikil neysla og það er svona eitthvað svona hugmyndum að maður getur, þú veist, sleppt bara. Að þannig að sé, en alveg svo leikhús er raunveruleiki. Þá getur neyslan og heimur næturinnar. Það er bara önnur lögmál. Og það er nú oft í leikritum. Bara Tristan og Ísold er ástir næturinnar, hvort það geti lifað á deginum og stundum er eitthvað sem að minnst ástir næturinnar geta verið sko heitar og öflugur á nóttinni en geta ekki lifað á deginu vegna þess að þetta er annar veruleiki. Og það er eitthvað svona hugmyndun að það maður geti gefið eftir og farið inn í þann heim. Ég held að það sé í Barfly sem er byggt á Bukowski sem er mikið rúrkilegur. Það sem hann segir eitthvað tímann það eru svo margt fólk sem ég bara þarf ekki að hitta sko. Það er svo margir staðir sem ég þarf ekki að fara til. Það er svo margt sem ég þarf ekki að gera. Þetta er svona frelsi þess að sko bara gefa eftir og ég ætla ekki að láta neitt af þessum raunveruleika dagsins. Hefta mig. Nei, einmitt. Varstu eitthvað nálægt, sko, einhverju svona, varstu svo mikið í djamminu og sukkinu að þetta væri raunverulegu möguleiki að dagurinn væri honum íþyngjandi. Af hverju ætti að koma með hann skildu dagsins með mér hingað inn í þessa dásalu veröld þína? Ég held að, sko, kannski, sko, ég hef ekki alveg farið fram á þetta hengiflug. Eitthvað staðar í bakheilanum var alltaf
sko einhver að passa mig kannski var það uppeldið eða kannski, það var eitthvað líka að standa sig í vinnu vera ekki að, þú veist mæta á æfingar og fara ekki of langt það var alltaf, en auðvitað fór maður nálægt hengifluginu það bara, ég verður að segja eins og en ég tók aldrei dóp þorði aldrei að fara í svona eitthvað sterk efni eða eitthvað svoleiðis sem hefði getað kippt undan því fótunum. Já, ég held það því að ég var nú alveg nógu kynnkeyptur fyrir víni sko. Og fyllibitta sem að pröfa kókain að hann getur bara alveg upp á 9 mánuðum. Já, nákvæmlega. En það var eitthvað sem hélt sem betur verið í mann. Eitthvað rödd sem að segja. Já, eitthvað. Hilmir, þetta bara ekki við hæfi. Nei, þetta of mikið. Og svo endanum hætti maður bara að ráða við það og finnast leiðinlegt að vera eitthvað þunnur í vinnu og svona. Það bara gata ekki lengur. Og lengra á milli skemmtilegu fylliríðina, það nú reynsla marga. Já, akkurat. Þeir eru alltaf að leiðin á skemmtilega fylliríðina, en það kemur bara. Kemur bara aldrei. Alltaf leiðilegt. Já. En þú ekkert hætt að drekka? Nei, ég fæ mér í glas við sko. Gerir það. En fólk hefur sagt við því svona, eða ekki, að ættir þetta að drekka? Hvað sér þið? Ég man að það sagði eitthvað mig, ég sagði þegar við ætlum að hittast í sumar, þá sagði eitthvað mig, hann hættur að drekka? Já. Það fólk að núti sem hafi áhyggjur af þér á síðan tíma. Já, það getur vel verið. Ég bara veltaði fyrir hvort það hafi komið til þín. Nei, einhvern tímann hefur þetta verið sagt, en það nokkuð mörg ár síðan. Ég held að ég sé orðin bara nógu hófstiltur í þessu. Já. En þetta náttúrulega þegar þjóðargersemin, maður kemur inn á barinn og þjóðargersemin blindfullana, þá verður það ekki alveg í lagi. Sko. Það helst að þjóðargersemin farið og láta renna á sig. Já. Ég held að sé orðið svolítið langt síðan að fólk sá mig blindfullt á bar. Já. Það ég að vitni í þennan tíma. Já, þennan tíma, já. Nei, það alveg rétt. Það svona, maður hefði betur sleppt í. Já. En það hins vegar sko, ég drakk og hætti því. Já. Ég hef ekki með eina tilfinningu að vilja hafa sleppt í. Nei. Ég bara það sem ég Ég segi stundum að það er frábært að fara til helvítis ef maður sleppur út. Já, ef maður sleppur út, já. Því að þú veist, reynslan sem að mér hefur, eins og þú varst að segja eitthvað sem eins og var að lýsa svona myrkum stundum í einhverjum partíum, þú vilt ekki losna við þetta. Nei, maður svo, einmitt eins og þú segir, maður sá sem maður og hefur einhverja reynslu af þessu. Þó svo maður sjá eftir. Já, maður sér eftir margu, en þetta hefur mótað mann eitthvað líka. Og gefur mann eitthvað líka, hlýtur að vera. En nú með þau sem eru yngri en 30 ára að byrja að hlusta aftur. Það sé ekki að saka okkur það að listamaður, en það samt sko, þú kannast þess að hugmyndum að listamaður þurfa að fara eitthvað svona niður og það ég var að vitna í kynslóðin á Laugavík 11 og þessu, þau trúðu þessu. Þau trúðu því að þú yrðir ekki góður listamaður nema þú veist, losna úr einhverjum helsi hins borgarlega lífs og dóp og brennivín alveg frábært tækil til þess og því að við verðum að opna einhverja gáttir. Já, kannski hefur það gert að einhver leiti bara svona opna sig aðeins, hugsa, tala um listina það er einhver opnun í því fólkin kannski en hversu langt var maður að taka, það veit ég ekki. En margir rötuðu ekki tilbaka. Já, margir rötuðu ekki tilbaka. En þú hefur fundið fráreinina úr hringtorki helvítis. Það bara, ég man það ekki, ég held að ég bara dottið af vagninu, sko. Ég veit ekki hvort ég tók ákvörðun, sko. Nei, einmitt. En ég nefndi áðan hann eina setningu, þetta er ekki við hæfi. Já. Það var ofurgáfaður maður í Reykjavík, bara bestu sonum þjóðarinnar, sem náði aldrei hætt að drekka. Já. Og hafði reynt allt, sko. Hafði reynt, sko, bara í öðru löndum og alls konar aðferðir. En svo náðan loksins að hætta að drekka. Og átti góð ár en dó svo til ungur úr öðrum sjúkdómi. Og hann sagði við mig að hann hefði hætt að drekka vegna þess að það var maður sem sagði eins og við hann, þú áttir á því, Hilmir minn, eða þú, að þetta er bara ekki við hæfi.
þá allt í hennu fatta þetta bara ekki við hæfi. Þetta bara ekki við hæfi? Já, það þurfti þá lítið til. Já, það getur verið þannig. Þetta ekki allt djúps sálfræðilegt. Nei. Þegar svo getur bara unnið í þínu djúps sálfræðilegt. Já, akkurat. Það stundur lítið til þess að rúla steininu niður brekkuna. Já. Herðu, en hérna þú er på sviði. Hérna þú leikið alveg óheyrilega mikið, ekki? Jú, ég er búin að leika óheyrilega mikið, jú. Hefur ykkur tölað því það? Nei, ég hættur að telja. Nei, ég bara hef ekki hugmyndu það. Þetta eru... En hefur þú val það hvað þú leikur? Þú sagðir áðan að verið settur í eitthvað sem að þú vildir ekki. Já. Og þú hefur verið í þetta leikhópar og sömuleitt reglan svo að það er sett að setja því eitthvað. Já, ég meina, maður hefur ekki beinlínis, kannski eitthvað afdráttarlaust val. En maður getur svona haft kannski áhrif á það. Það er talað við mann og þetta er allt í umræðu og það er leikhússtjórinn kemur til þín og segir ég er með þetta og þetta verkefni, hvernig líst þér á þetta? Og yfirleitt er þetta nú bara eitthvað skemmtilegt og því langar alveg að taka þátt en svo kemur Þér er boðið það sem að leikhússtjóranum hann telur að þú viljir. Já, akkurat. Þannig að auðvitað er þetta líka þannig að leikhússtjórinn er að reyna að finna einhver verkefni sem hæfa hverjum og einu leikara í húsinu og svo er þetta kannski, maður hefur aðeins meira það að segja kannski komin á minn aldur með mína reynslu. Þá getur maður nú sagt nei við einu og einu. Já. En þú hefur lengi verið með þann status í leikhúsinu. Þér er ekki boðið eitthvað degja fyrir hlé í einhverju gamanleikriti? Já, það kemur nú fyrir að það er eitthvað svoleiðis, Jú, maður verður líka að segja já við einhver, maður getur ekki bara verið, ég vil bara leika svona og svona. Þú ert þáttakandi í repertúar leikhúsi og stundum verður að fórna þér í eitthvað fyrir eitthvað annað, Maður getur ekki verið það stóra upp á sig að segja bara nei við öllu nema maður langi bara, þú ert partur af liðsheild. En þú færið betri bita heldur flestir? Stundum, Þú hefur verið heppinn, getur þú sagt, eða þú hefur bara verið í þessari stöðu? Já, kannski er það staðan og maður hefur kannski deliverað og þá, ætli það sé ekki það. Unnið fyrir því? Unnið fyrir því kannski, já. Hefur ekki bara að segja það. Þetta er kannski hlutir sem maður má ekki nefna, má ekki tala um þetta. En auðvitað er það þannig að ef maður skilar góðu dagsverki þá kannski fær maður eitthvað umbön fyrir það. Af því þetta eru leikhópar bæði í Borgarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu. Já. Getur útskipt fyrir mér sem að þekki ekki leikhúsið að það er náttúrulega svona ákveðið fyrirbrigði og það er sami leikhópur sem er að setja upp ólík verk aftur og aftur. Já. Það er annað heldur en að ef við verðum að búa til bíómynd og myndum bara kasta í myndina. Já. Hvað er það sem að leikhópurinn gefur? Hvað áttu við? Nei, ég er bara til þess að maður sér dans, Tínu Bás sem alltaf sagði sömu að dansa og þá hugsa maður bara, þeir hefðu aldrei getað komist ákvað nema þetta var sami hópurinn allan tíman og þannig þá varum maður að velta fyrir sér hvað er fengið út úr því að vera leikhópur þéttur leikhópur. Já, vera þéttur leikhópur Alþýðu leikhúsi þegar þú ert að komast til Vitsoga. Það sem það gefur er ákveð traust, þú lærir að þekkja einstaklingana mjög vel hvernig er að vinna með þeim þannig að þú þarft ekki að byrja að skrifa búa til tungumálið strax af því nýjum leikhóp þetta er eins og leikstjóri sem er að leikstýra þér í fyrsta sinn þá farið að byrja á því að búa til tungumálið ykkur á milli, hvernig þið að skilja okkur hana þegar þú segir stækkaðu það sem þú ert að gera þá veit ég ekki hvað átt við hversu hátt, hversu mikið hingað, nei meira svo búið til tungumál þú ert búin að vinna með honum einu sinni þá þarf hann bara aðeins meira og þá veistu hvað hann er að tala það er kannski það sem leikhópurinn gefur og svo lærir að treysta mótleikurðum og þú veist hvað þú þarft ekki að spyrja leyfi fyrir öllu hvað þú getur gengið nærri
og það búið að tala öll mörk og svoleiðis, skilur þannig að þetta svona þétt. Þetta svo ritstjórnum, sko. Já. Það þarf að búa til tungumál. Það var vantar hann aðeins í aftari feature, það má vera svolítið svona húmul í húm. Akkurat. Og það skilur þetta enginn, sko. En þetta hefur merkingu, sko. Já, akkurat. Þetta ákveðin tónn og ákveðin blær sem að vantar til þess að blaðið verði heilt. Já, akkurat. Þannig að þetta ekki, en það ég tók dæmi af Alþýðuleikhúsinu og Tínu Bárs. Já. Það náttúrulega hópar sem eru að ætla sér eitthvað tiltekið. Það á ekki við borgarleikhúsið og þjóðleikhúsið sem ætla sér að vera bara því almenna leikhús. Nei. Þannig að það kannski meiri samvisnu þegar hópurinn að fara tiltekna leið. Það náttúrulega alveg örgulega stórkostlegt að vera í slíkum hópi. Vera í slíkum hópi, sko, að geta, sko, af því að þetta ára langu prósess. Þeir eru mörg ár bara að framleiða efni, bara einn hópur, sko. Já. Það sem allir eru... Og eru að reyna að koma þessu tiltekna leið einhverja, leitaðinni. Já, búa til sína leikhús frásögn, sko. Já. En það var hópurinn hjá Tínu svo sterkur að hann lifði hana af. Já, einmitt. Og hann bara getur ekki hætt. Maður sér þau eru ennþá að dansa, sko, sem séu bara komin á 8 aldur. Já, þetta alveg magnað. Magnað fyrirbæri, sko. En við eigum ekkert svona hér, svona leikhóp. Alþýðuleikhúsið var tilraun til þess að gera þetta. Já, við eigum ekki kannski beinlínis, eitthvað sem er bara í því. Við eigum náttúrulega Vesturport, það eru náttúrulega frábært fólk sem hefur framleitt mikið og gert mikið, en kannski ekki svona eina stefnu, en þau hefur náttúrulega gert alveg ótrúlega mikið. Bæði fyrir leikhúsið og svo bara sjónvarp og kvikmyndir, sko. Og þetta hópur sem að steldur svolítið fast saman við að búa til efni. Það er kannski svona eini hópurinn sem við erum með akkurat núna. En hann er svona alls ekki í niðrandi merkingu. Vesturport er svolítið kommersial. Lifir svolítið inni á býr til bara megastykki og flytur út og eiginlega með meiri kommersial árangur heldur en, sko, stóru leikhúsið. Stundum, já. En að því ég verði að vísa í Alþýðuleikhúsið og við ræðum það stundum hérna við Rauðaborðið hvort það hafi kannski verið á öðrum tímum í menningu okkar meiri svona counterculture, að vera meira svona hitt sviðið þar sem þú gast verið á og varst ekki með mælikvarðan svona markaslegan success. Nei, kannski svona grassroot sem kallað var, já. En auðvitað eru með Tjarnarbíó. Það eru rýmsi bara laus, tengdir hópar, stundur bara 1-2 manneskjur sem haldur með sín. Já, það eru náttúrulega svona hópar, sko, til sem eru alltaf að setja upp lengrit aftur og aftur, sko, og það grassrootin, sko, er hún ekki mest þar núna? Það sé okkar svona counter. Já, en það eru oft svona bara kannski einhver einn sem leikari þýðir eitthvað verk, fær leikstjóra sem að hjálpa hann að þýða, þau sitað upp. Já. Þetta er svona veikar að því leiti, þetta er svona stakir hópar hér og þar. Já. Það eru reyndar hann að koma skemmtilegt út úr listaháskólanum, að þau sitja upp og taka háskólabíó, sem er svona eins og þessu framhald af einhvers konar, ég veit ekki, nemendaleikurs. Já, en þetta er náttúrulega veikar að því leiti, en þetta er líka bara svo erfitt. Mér er sagt að það sé svo erfitt að finna húsnæði í dag. Það er bara bæði að finna húsnæði og líka bara að setja upp eitthvað, eyða öllum þessum tíma í það og fá ekki krónu. Nei. Það er bara svo ofbóðslega erfitt að standa í þessu og þetta fólk, ég tek hatt mér ofan. Ég bara veit ekki hvort ég myndi nenna þessu í dag, sko. Ég er náttúrulega svo gamall kall, en þú veist, þetta er bara, þú þarft að hafa svo óbilandi áhuga og nennu og getu til þess að vera blankur til þess að gera þetta. Það er allt hróskilið. En þetta skiptir máli fyrir leikhúsið að sé til. Sko, við höfum ekki heilbrigt þjóðleikhús nema við höfum öfluga grassrút. Nei, ætli það nokkuð. Ég held að það skipti máli að sé smá mótvægi. Þannig að þau fara oft, sko, þau geta líka, sko, þegar þú ert í grassrútinu, þá getur leyft þér að fara leiðir sem að kannski þjóðleikhúsið og borgarleikhúsið getur ekki alltaf leyft sér. Það verður að koma eitthvað í kassan. Þetta eru stór fyrirtæki og batteri og það er ekki tækt að reka þau undir núllina, sko. Það má ekki verið mínus.
og þá þarftu kassastykkin til þess að borga fyrir kannski önnur stykki sem að gætu fallið, en þú getur aldrei tekið sko stóra riskið í raun og veru ekki. Sko, leikhúsin taka alltaf ákveðna áhættur, stóru leikhúsin, en þau geta það ekki bara sko á alla kanta, þau geta kannski tekið áhættu í 1-2 verkum á ári. Þá taka við litt áhættuna á því að setja upp söngleik. Sko fjárhagslega áhættan er alltaf í kassastykkinum. Já, hún er það. Verða rífinn. Kassastykkin verða að vera til þess að borga fyrir sko litlu áhættunar. En er það, ég með þeir sem eru á litlu sviðunum og svona, eru það svo dýrar sýningar? Geta þær ekki staðið bara undir sér? Jú, en það geta líka floppað. Það er minni skaði? Nei, ég er að tala sko, ef þú tekur áhættu með að fara svolítið út fyrir kassan, velji eitthvað sko, ok, einn leikhópur við ætlum bara að búa til stykki upp úr dægumálunum, dagsins í dag. Þetta er áhætta. Og þetta er kannski áhætta sem að grasrótin gerir meira af heldur en stóru leikhúsin. Af því að það er bara nelti getur upp á von og von, en þú kannski getur ekki tekið svona stóra áhættur í leikhúsin. Það voru bara launalaus hérna í halvt ár. Já. Voru það hvað sem er. Já, en þetta er ennað svona dæmi að því að við talum um húsnæði svo dýrt að tala um að sko ferða iðnaðurinn hafi spennt upp allt húsnæðisverð, það sé bara erfitt að finna svona eins og var stundum hægt að koma inn í eitthvað svona skemmu sem ekki hefði verið notuð. Já. Það eru bara alla farnar sko, í eitthvað túrisma. Já, og þá setjum við uppi kannski með sko hörpu sem tekur 1500 manns. Já, sem kostar... Ef harpan ætti að ganga þá ættum við að eiga svona 400-500 mannasali og 10-12 250 mannasali og hérna 40-50 mannasali til þess að fóðra þennan stóra sal. Ef við eigum ekkert að þessu. Nei. Þannig að þá er það farið að bara búa til kassastykki fyrir að flytja inn hérna einhverja svona sem maður vitað að hérna, fólki sem er 60 í dag en hafði gaman að þessari músík þegar það var 18 ára. Það kemur hann í einhvern reunion eitthvað. Já, akkurat. Þannig að það getur gerst sko að stofnaninnar koðni niður. Ef að grasrótin er ekki öflug. Já, ég er sammála því, það er nauðsynlegt að hafa hana. En þú hefur alltaf verið, þú er svo mikill lögnakall að þú hefur alltaf verið inn í stóru leikhúsunum. Já, ég hef alltaf verið það. Þú ert ekki mikinn svona grasrótarferil? Nei, engan, heila. Nei, bara engan. Kannski að eina sem var í raun og var ekki grasrótarferil. Ég fór og gerði eitt stykki sjálfur í Iðnó. Og það var þegar Stefán Baldursson var að hætta og hann leikstýra mér í verki sem heitir Ég er mín eigin kona. Og það er eiginlega basically það eina sem ég hef gert utan stóru leikhúsuna. Á leiksviði sko. Akkur, ert þú bara þannig gaur eða hafður þannig tækifæri? Ég fekk bara þannig tækifæri, ég var heppinn með bara... Þú ert fullnægður inn í leikhúsunum? Já, ég er það. Þú þarft ekki að fara að setja upp einleik í Tjarnarbíói? Nei, ekki núna. Nei, bara verið líka heppinn með að fá góð verkefni upp í hendunar og hérna, það hefur verið nógu fullnægjandi fyrir mig, já. Allir hafa sem svona fyrirmyndir. Ef ég verið að tala um rithöfund, þá get ég talað heila þáttum hérna, þá höfundar sem hefur áhrif á hann. Já. Þetta er eitthvað leiti við aðeins flóknara með leikhúsið. Já. Af því að það endist ekki. Það er ekki skráð. Já. Hverjir mótuðu þessum leikara? Ertu að meina leikarar sem voru mína fyrirmyndir? Já, það er náttúrulega bara fjöldi manns. Það er, sko, ég man þegar ég var yngri og horfði á Arnar Jónsson á sviði, þá var ég alveg heiltekinn af honum sem leikara. Og er það vissuleyti enn, hann er ofboðslega sterkur leikari. En hann er svo sérstakur, er hægt að læra, er hægt að nota eitthvað af því sem hann gerir? Já. Hann er með, sko, hann er með sérstakann stíl, en það er bara með ofboðslega samfæringu og samfæringakraft og ofboðslega eins og ég kalla eld eða energi.
Segir ekki nema þessu bara upp á líf og döða. Nei, og hann fer ekkert framhjá þér á leiksviði. Það er ekkert að læra það. Það er bara þessi ofboðslega einbeiting og energía sem að bara, þú getur ekki litið framhjá svona manni á sviði. Svo er það náttúrulega Kristbjörg mín Keld. Hún hafði mikil áhrif á mig. Bara sannleikurinn í öllu sem hún gerir. Hvað hún setti sig hlýlega og fallega inn í alla persónur sem hún lék. Og er enn að leika, það er náttúrulega alveg aðdánuvert. Já, hún er svona dæmi manneskju sem getur haldið áfram. Já, og hún var mikil fyrirmynd. Þetta hefur hún Bachmann líka. Það er bara einhvern veginn hvernig það léku og hvað þeir voru samfærandi og hvað maður trúði á þær. Og þessi einlaga fagmennska að fara svona fallið inn í hlut og gera hana svona mikil ást. Svo fullt af öðru fólki. Þegar ég var náttúrulega komið inn í leikhúsið þá voru hérna Siggi Sigurjóns og Örn Árnason og fleiri, Jóhann Sigurðarsson, allt fólk sem hefur haft mikil áhrif á mig, Guðrún Gísladóttir, allt fólk sem hefur og allir leikstjórarnir sem ég vunni með. Það er ólíkir listamenn. Já, og þú getur lært eitthvað af öllu þessu fólki, sko. Ég man að þegar ég var ungur og sá hérna Arnar, ég held ég leikhúsinni, hérna Galdraðfárið þannig að það voru grímunar og líka þegar hann var Don Quixote í Hafnarbíói. Já. Stórkostlegur, sko. Og ég hafði aldrei séð annað eins. Ég hafði aldrei séð annað eins og þegar hann birtist. Og þetta tala um þess að orku sem bara fyllir í. Ég hafði aldrei séð þetta. Nei. Ég man eftir Eddu Heiðrún Áðrún fyrir leikhús. Já. Og hún var stjarna. Já. Hún þurfti ekkert leiksvið til þess að vera stjarna. Nei. Hún var svo eitthvað eins og afgerandi manneskja. Stór manneskja, hún var það. Og í öllu sínu lífi bara, líka sem bara manneskja fyrir utan svið, bara svona, stór karakter og mikið manneskja. En það var ekki við alla leikara. Nei. Sumir eru eiginlega litlir utan sviðsins. Feimnir. Þú rættir Sigga Sigurjón sem lætur alltaf eins og hann sé bara afsakjaði skulle vera til. Já, Latti og svona, þetta er alveg, ofboðslega stórir á sviði og svo vilja, ég held að þetta sé bara hluti að ég vilja ekkit svona. Þetta eru menn sem vilja ekkert láta bera á sér mikið. Þeir eru ekkert fyrir það. En það er sagt leikarana að þeir þrái sviðsljósið. Sé ekki til fyrir að kveikta ljósunum. Kannastu þetta ekki? Jú, þetta er oft sagt, en þetta er yfirleitt notað í einhverju svona niðrandi merkingu. En sko það eru langflestir leikarar sem að ég hef kynst og eru góði leikarar og listamenn. Þeir eru ekkert mikið fyrir að láta bera á sér utan sviðsins, sko. Nei. Þetta er bara einhver þrá eftir að segja sögur og hérna koma til skila. Þetta er eitthvað annað finnst mér. En samt er þessi svona, ég veit ekki hvað kalla það, góðsókn eða eitthvað, til að þessum að þú ert bara ekkert þangað til að kveiknar. Já. Þá ert eitthvað, svo stoknar og þá ert ekki neitt. Þá ert ekki neitt. Já, kannski eitthvað til því, ég veit ekki. Því að þú talar að þú veist að setja sig inn í það og mjög snemma í samtalinu og það eru að lifa hérna í lífi annara og það er ekkit mikið ímyndun að sjá fyrir sér að sko að þegar það er farið, það er stór hluti af þér Hilmir minn verði að segja er bara eitthvað allt annað fólk. Þannig að ég veit ekki sko að það hafi verið eitthvað rúm inn í þér Hilmir minn fyrir þig. Nei, enn að leita sjálfum mér, sko. Já, þú veit bara að það kemst ekki í það, því að þú ert að leita eitthvað öðru fólki. Er þetta ekki eitthvað leiti með leikarann, að vera alltaf að vasast í? Jú, ég held nú að maður sé samt ykkur utan sviðsins, sko, en hérna. Ég heyrði skáld segja bara fyrir viku. Margir halda að maður sé að skrifa sig sko í áttina að sér. Já. Og þá er það að þú sko finnir eigin rödd eða eitthvað sliðis. En raunverulega maður alltaf að skrifa sig frá sér. Já, einmitt. Þannig að það má vera að það sé líka hjá leikaranum því að það er ekki endilega að þú stækkir á því að vera með alltaf athygli á sjálfum þér. Nei, það má vera að sé eitthvað til í því, sko. Þetta með, það var þetta með athyglisíkja. Leikarar væri svo athyglisjúkir.
vera hæðast á ykkur fyrir það. Já, ég held að þetta sé bara rámt. Ég held að það er voðalega fáir leikarar eitthvað athygli sjúkir. Þið fáið náttúrulega meiri athygli heldur en. Við fáum náttúrulega svo miklu athygli. Nei, ég held að þetta sé bara einhver ást á list, ást á að segja sögur. Ég held að sé bara það. Að þú segir, og ég trúi þér, að þetta sé raunveruleg listsköpun. Já. Og sem er ástríða og sannleiksleit. Já. Og eitthvað sem að þú verður bara að halda áfram. Og það er voðalega margir leikarar sem þeim finnst mest gaman að æfa og búa þetta til. Svo er hitt meiri kvöl og pína að fara að sýna þetta fyrir fólk. Það eru mjög margir sem ég þekki sem eru þar. Að það langskemmtilegast í ferlinu er að búa verkið til. Já. Fólk er náttúrulega misjæft. Já. Ég hef stundum verið að búa til alls konar hluti sem hafa ekki verið til áður. Og ég bjó mig til frasan að það er 80% af fólki sem sagt kaupir orðin hlut. En 20% fólki er hrifnast af hugmynd sem gæti orðið. Já. Og það er það fólk sem við þurfum að leita þegar við erum að fara að búa eitthvað til. Já. Þetta er kannski líkt því sem þú ert að segja. Og sumir bara una sér betur við það þegar þetta er ekki orðið, þetta er óljóst og þetta er bara meiri spennandi tími. Já, á meðan aðrir finna öryggið í því þegar þetta er orðið og orðið mótað. Akkúrat. Það verður bara ólík. Já, ég veit það. Já. Þú ert hvort ekki í leikhúsinu? Ég held það, já, ég skal hvort ekki. Lengi náði niður eftir sýningar? Já. 5 klukkutíma? Það er mismunandi eftir því náttúrulega hvað það er. Ef sýningin múið kl. 11, ertu þá að sofna svona 4:30? Stundum 4, stundum 3. Þetta er, það er mjög mismunandi. Og þetta er bara adrenalín? Já, maður er bara, þetta er tími sem að þú ert að allur í toppi í energíu þegar átt að vera farin að sofa, átt að degi farið að halla. Þetta er 37-faldur espresso. Já, þetta er eins og þú veist þegar maður er heima hjá sér og ekki að leika og þú hefur kannski lent í að vera orðin vosifjaður og væri best að fara að lúla. En þú ákveður að vaka aðeins lengur yfir einhverju smáatriði og þá ertu komin yfir. Þannig að við erum alltaf að fara yfir svefntíman, Þá er maður bara glaðvakandi. Ég haldi fram hérna að því að við þroskust og svona kannski hefðu getað farið meira yfir æskuna og svona mismunandi stig í lífinu. Að þegar maður eldist að þá, maður þetta allt saman. Ég er sorgmætti 6 ára drengurinn og hann er alltaf og ég verð að læra bara einhvern veginn að lifa með honum. Já. Helst aldrei að leyfa honum að taka í stýrið því að það vil mér ekki reyna sem er vel en svo hlæðist ég bara upp og ég er ungi grafi drengurinn og ég er þetta allt saman. Þannig að þegar þú ert að segja að þú ert að kynnast persónum sem þú leika eru þær inn í þér eftir á eða er það eins og dulur sem að þú leggur bara frá þér einhver persóna sem þú leikið sem þú finnur að þetta kannski orðið svona hallarsleg sálfræði drama leikarinn og það persónan þann inni Nei, ég held að hún sé það voðalega mikið á þessum tíma meðan maður er með hana í sköpunarferlinu þá, ég myndi ekki segja að maður geti ekki, dottið úr hlutverkinu eða eitthvað slíkt en það er eitthvað, þú ert bara þetta er einhver hugsun sem er með þér og þú tekur eftir, ef þetta er einhver hvatvísur reiður maður þá er það svolítið í þér að þú tekur eftir að nota stundum orðfæri sem að jafnvel persónan gæti notað. Hreytir ykkur í konuna þína? Kannski ekki, eða í einhvern skilur þetta hún er nærið þér en ella, en svo þegar þú ert einhvern veginn hættur þá er þetta farið leið. Já. En þetta er svona, ég veit ekki hvernig á að lýsa þetta, eins og hún sé svona situr við hliðina þær. Til sögur þetta, ég man ekki það var eitthvað leikar í New York sem að lék sama verkið í 30 ár. Já. Og það var svolítið hann losnaði ekki við hana. Svo náttúrulega til sögur ameríska leikara, talandi það, sem að vilja helst bara vera persónan í kaffetýrjunni líka. Já. Og vilja bara aldrei fara úr henni. Já, ég skil ekki svoleiðis. Ekki? Nei, ég skil ekki. Þetta er svona method acting, allir nota sínar aðferðir en ég hef aldrei skilið þetta því að þetta lítur að vera óþolandi fyrir mótleikarana þína og bara fólki sem er að vinna með þér. Þetta hefur verið í mikilli tísku. Og mér finnst þetta vera stælar.
Þetta verið mikil í tísku, svona allir stórleikararnir á þínu reki. Já. Í Ameríku eru meira minna þarna, sko. Ég held að Christopher Bale og... Ég segi bara eins og Laurence Olivier sagði, sko, why don't we just act, sko. Mér finnst þetta að vera svolítið miklu stælar, eða bara ekki geta til þess að koma þér inn í hlutina þegar þú þarft að gera. Heldur bara að vera allan daginn að rembast það. Ofboðslegur orkuþjófur. Eyða orkun í þetta þegar þú átt að eyðinni inn á sviði eða á setti. Já. Er það ekki þannig að þú getur æft í eitthvað svona rúma 3 tíma á dag og þá ertu búinn eða? Það er eiginlega bara tíma sóun að reyna meira. Já, mér finnst það, sko. Það er... Þannig að þú ætlar að líka vera... Svo hinn vinnan er bara síðan að hugsa þetta. Hugsa hitt handritið og svona. Það er... Setja kannski smá meira orku í það. Þú var líka í bíómyndum? Já, einhverjum. Er það náttúrulega bara bíð eða ekki? Ekki bara. Jú, það er voða mikil bíð í bíómyndum. Það er taka tíma, setja upp og lýsa og gera allt klárt og svo kemur það okkur og þá það tekur það fljótar af heldur en hitt. Jú, það er mikil bíð en það ber oft bara eftir skipulagi og hvað er verið að gera. Þetta er ólíkt? Já, þetta er mjög ólíkt. Mjög ólíkt. Það má eiginlega segja að það felst eiginlega aðalega bara í því að þetta er áhorfandinn er nær þér. Þannig að þú gerir minna. Og í sumum tilfellum nægir bara sko að hugsa hlutina en ekki að sýna þá eins og þú þarft að gera á sviði. Þú þarft að sýna hugsunina meira á sviði. Hreyfingarnar eru stærri og til þess að ná aftur í sal. Þetta heyrði Michael Caine sem er góður leikari, en ótrúlega skemmtilegu sögumæður. Hann sagði að John Wayne hefði gefið honum þetta ráð. Veldu handrita sem er bara ekkert alltaf mikið sagt. Já. Ekki tranaði fram. Nei, einmitt. Og svo sagði hann reyndar og ekki fáður rúskinskó. Rúskinskó? Já. Þannig að þetta var þegar Michael Caine var nýbúinn að leika í Alfie og var í Hollywood og átti að fara í einhverja pröfur og það hefði tafist eitthvað þannig að hann var svona strandaglópur á einhverju hóteli og var þar í lobbyinu og John Wayne kom þar inn með svona sitt endurras og horfði á hann og sagði, byrju, ert þú ekki enski leikarinn sem var í Alfie? Jú. Og þá sagði hann, heyrðu, þú átt eftir að vera stjarna? Já, gaman að John Wayne segi það. Já. En veldu handrita sem er ekki allt of mikið sagt. Og ekki segja of mikið og ekki fáðu rússísku og þá sagði Michael Caine, hvað, okkur ekki rússísku því þú veit eftir að vera stjarna, svo kemur það á klósettið og eftir að pissa í pissuskálina og það er eitthvað maður við hliðinaður og horfir á þau og segir, byrju, ert þú ekki Michael Caine og snýr sér að þér og pissar á skóna. Gott ráð. Já, þetta er ráð. Ekki viltu verið í dópátum skóm. Nei. Herðu, en talandi að vera í kvikmyndum og að hugsa kannski, ekki vera að reyna að gera mikið. Sem leiti hafði John Wayne, þótt hann hafi ekki verið sérstakur leikari, ég veit það ekki. Það var þetta gott ráð hjá honum. En og við tölum Arnar á sviði og það er þessi sko, það sem er á sviðinu er oft eitthvað svona svona lífskraftur sem maður er að horfa á. Ég bjó í Frakklandi í 1 ár og hélt að ég geti bara hort á dans og farið í óperu og svona því ég skildi ekki fransku. Svo fór ég sá ég að verða að sýna Macbeth þarna út í skógi. Þannig að ég kann Macbeth svona nokkuð veginn, þannig fór á það. Og þá rann náttúrulega upp fyrir mér að ég þarf ekki að skilja texta, sko. Nei. Og þá fór ég sá Bernardo Alba í komundíðan leikur sem bara stórkostlegt sýning sem ég séð. Og maður þarf ekki að skilja texta. Nei. Og það er að því að þá er maður að horfa á að maður skilur persónuna fullkomlega. Þótt ég raunverulega, þú veist, ég veit sirka hvað hann er að segja. Já. Einmitt. Það er alveg rétt.
getur haft gaman að því þó þú skilir ekki allt, sko. Maður getur haft gaman að leikhúsi þó maður skilir ekki allt. Ég gæti skilið persónuna, sko. Já, nákvæmlega. Og það náttúrulega leikurinn, sko. Já, leikhúsi. Það er það, já. Og við galdurinn náðst. Já. Og þá það hérna bara afl persónuna. Já, akkurat. Sem að eins og við þekkjum bara, við getum verið hérna að spjalla saman á Facebook, eða Messenger, eða gert það í Zoomi hérna á skjánum, eða Hist. Að það mikill munur að ná. Já. Hvernig við skynjum aðra persónur. Algjörlega. Þetta eins og, sko, það náttúrulega sagt að við séum, ég hef oft líkt þessu við, sko, það sem þarf einhvern veginn að vera, við góðan leikar, sko, við erum með síma, farsíma, og þú ert á Akureyri og ég í Reykjavík. Samt, sko, heyri ég í þér. Þetta alveg þráðulaust tæki og þetta eiginlega óskiljanlegt og okkur sagt að ef einhver að reyna að skýra þetta út fyrir okkur að það séu einhverja bylgjur í loftinu sem að bera þetta á milli okkar. Og það það sama á sviðinu. Þú þarft að senda einhverja bylgjur í loftið og ná áhorfandum með því hvernig þú hugsar og hvað þú ert að segja. Og ég held að sumir hafa þetta. Þú kemur einhver gengur inn í herbergi og bara tekur alla andegluna bara með því að ganga inn. Það af því að hann lætur eitthvað, það streymir eitthvað frá honum. Og það einhvern veginn það sem að mér finnst vera galdurinn í leikhúsi. Það að senda út þessa bylgjur með hugsununum og því sem þú gerir. Af því að þú þarft ekki að vera... Og svo því sem þú segir. Já, svo líka því. Þú ert ekki hangandi á textanum. Nei. Þetta verður að vera einhver, sko, þetta einhver hugsun sem þú þarft að senda frá þér. Og ég hef trú á þessu að þetta sé hægt. Ég trúi því einlaglega. Hefur ekki reynslu af því að það hefði gengið? Jú, ég ætla að til sjálf með trú með það. Hvort sem það réttið ekki. En þá held ég að, sko, ég vil skrifa, sko, annað handrit. Það handritið, hér eru línurnar. Svo vil ég búa til mitt handrit, hvað á milli línuna. Þegar þess að gera þetta, hvað ég þá að hugsa? Þá verð ég að hafa minn eigin texta til þess að hugsa. Ég get ekki bara að hugsa eitthvað eða ekki neitt og beðið eftir línunni minni. Ég verð að hafa annað handrit hvað ég að hugsa þegar þú ert að segja þetta. Hvernig bregst ég við því? Kannski þarf ég ekki að sýna það en ég þarf að hugsa eitthvað. Og þá finnur þú það. Ég hef trú á því. Þú dregur athyglinna þótt þú sért ekki að segja neitt. Já, ég þarf ekki að draga ekki frá hinum, en ef ég horfi á því þá ég ekki að horfa á leikara að bíða eftir línunum. Nei, þá ég ekki bara að bíða hann á... Heldur ég að horfa á persónu sem óþreyjufullur að þurfa að hlusta á það sem hinn að segja. Akkurat. Vegna þess að hann langar til þess að segja eitthvað sem hann mun ekki segja. Þess að hann mun segja eitthvað annað, vegna þess að hann getur ekki sagt það og þú þarft að koma svolítið til skila. Já. Mér finnst að maður verða að hafa það, þessi 2 handrit. Það handrit ekki til? Nei, það til hjá mér þegar ég að leika. Þá það til. Og þú býrði það bara til í hugan. Já. En ef þetta væri svona, þetta rétt við þér, en af hverju skrifa menn ekki þá þetta handrit? Ég held að það væri aðeins svo mikið. Ég held að maður verði að fá að búa það til sjálfur. Það er hluti af þinni sköpun. Og það því að þetta handrit getur aldrei orðið að sama og tengist þessum galdri augnabliksins sem við verðum að tala. Nei, það er oft svona í einhverjum klásúlum þá sagt kannski eitthvað í þessa áttina. Hann hlær bregst illa við eða skilur stundum við búið til forsaga persónunum til þess að hjálpa leikaranum það er kannski oftar í bíó eða ekki er ekki stundum búið til forsaga jú, svona eitthvað, þetta rætti allt saman og búið til forsaga en málið að þetta er svona hluti af því veruleikar, hluti af starfum hans og svo náttúrulega mótast þetta á æfingatímabilinu. Ég fengi byrjaði í síðli vetur að fá fólk svona aðstandendur. Ég fór í leikús, svo fekk ég aðstandendur til að tala þú komst nú einhvern tímann. Og að sömuleyti þetta svindl hjá mér. Svona spjall. Allir haldið þetta sé svo ferskt og skemmtilegt, sem þetta náttúrulega. En málið að ég náttúrulega að tappa af því sem að fólk búin að vera að pæla allan æfingatíman. Ég að tappa af kannski 3 mánaða vinnu hjá fólkinu sem að það að segja mér sko hvað lá á baku þetta allt saman. Þannig að kannski ég að reyna að ná í þetta handrit sem þú ert að tala inn í einhverja umfjöllun um leikúrs.
Það sem ekki bara að horfa á... Nei, einmitt. Heldur getum við skoðað sérst af hverju og... Mér finnst það líka voðalega gaman af því að það er sjaldan sem fáum sko tækifæri til þess að ræða einmitt það. Þið gerir það í æfingunni? Já, en ég er að meina sko við annað fólk en sem eru utan leikhússins. Ég var búin að gera þetta eitthvað til að skipta að fatta í þetta, heyrðu út af þessu sem þetta virkar. Já, akkurat. Af því að þetta er svo mótuð hugsun. Já. Svo þetta ekki að fá fólk sem er hérna bara að fara að svara hérna í skyndingu. Nei. Þá er þetta kannski eitthvað sem búið að... Já. En þetta er eins og oft með gagnrýni, þú kemur ykkur og sér eitthvað sem er enda niðurstaða og kannski segir gaggrínandinn, ég hef nú frekar vilja sjá þetta svona og kannski er það leið sem að við hendum af því að hún gekk ekki upp. Þannig að það er oft gaman að geta talað um leikhús á opinberum vettfangi vinnun og hvað við vorum að reyna að gera. Í Litáen þá eru gaggrínendur þeir fara í 4 ára nám til þess að læra að vera gagnrýnendur og þeir koma inn á æfingar. Þeir koma ekki bara á frumsýningu. Það er svolítið skemmtilegt. Þeir mæta á æfingar og sitja út í sal eins og oft og þeir vilja til þess að sjá hverju verið að reyna þetta er leiðin sem þeir eru að reyna að fara, ég skil, já. Og svo getur hann gagnrýnt, já, þau voru að reyna að fara þessa leið og þessu leiti náðu því en mér fannst þau ekki ná alveg skilur. Þannig að þetta er svolítið... Það geti jáfnvel sagt að þeir völdu rangaleið. Já, auðvitað getur hann sagt það. En þetta er svolítið skemmtilegt. Það sé svona opið. Þetta er opnara ferli, sko. En með að við stöðum fjölmiðl og svona, það veit ekki hver myndi borga fyrir þetta. Nei, og hver myndi nenn að sitja öllum þessum æfingum. Það væri ekkert mál, sko. Já. En það er annað sem að tengja þessu, þá er það spurningu, sko, hver á leikhúsið? Og sömuleyti er það sérstakt á Íslandi, held ég, að það er óvinnum hátt hluta þjóðarna sem fyrir leikhús. Mjög. Og stundu gaman að, maður má kannski ekki segja það, þagnar fólk kannski ef það sér mig í leikhúsi, að ég er að hlusta á fólk sem er að tala leikhúsið. Því mér finnst, ég er bara einhvern veginn áhuga á hvernig þetta birtist, áhorfendum og ég meina einu sinni þá voru 2 svona vinahjón hérna sem var í hlénu þá voru að tala um lýsinguna og leikmunina og mér fannst það eitthvað að byttu við svona venjulega fólk geti ekki verið að tala um bara erindi og inntakið í verkinu eitthvað. Þannig að þá er verið að kannski að æfa okkur sem erum bara leikmenn í því að hugsa eins og svona einhverju fagmenn á einhvern mjög sérstakann hátt eins og leikhúsið sem samblanda lýsingu og leikmunum sem það er náttúrulega sem það er sko en kannski ég hef komið nú með heilan þátt hérna sem heitir Matatíminn sem byggir á því sem John Adams tónskáld sagði sem nú bara Beethoven okkar tíma getið ykkur Amerikanar sagt hann sagði, horfðu mikið á svona kokkaþætti í sjónvarpinu nú, og akkur gerum við það þetta er bara eina svæði sem eftir er það sem að við tölum saman menningu á svona alþýðlega máta það er búið að sko sérfræði væða umfjöllun bókmenntir, tónlist og leik en við eldum heima erum að stunda listina okkar sjálf þar og við teljum okkur öll geta raunverulega tekið þátt í samtali mat og því miður þá bara menningin að koma þangað að það er eiginlega eina menningarlega umræðan er mat Þetta er skemmtilegt og þetta finnst mér svolítið með því þú varst að tala um menntaða kritikara að við verðum líka að viðhalda því að hvur sem er geti talað um leikhús sem þá leikmaður, ég er ekki að tala um að fara að leika Jón Viðar og alltaf vera að harði gagnrýnendur Nei, ég er alveg sammála því og allir mega hafa sína skoðun og hafa rétt til þess að sjálfsögðu það er bara og klappa svona ef þú ert ekki alveg nú ánægður já, það er bara Getur lesið í klappið? Já Ef að hópurinn myndi klappa svona myndur vita að það er verið þetta er skylduregnist Já, algjörlega, maður finnur það alveg og ef að fólki leiðist og finnur það En að því að þú ert með tengdur út í salinn og svo leikir þið búið kemur þá klappið þér á óvart eða veistu hvernig salnum leið? Nei, maður veit ekki alltaf Það hefur komið óvart Það hefur komið óvart stundum ef það er mjög mikið af því að stundum
Bróinu mikill fögnuður. Já, og maður átti ekki vonaði og bara með það sterkt á tilfinningunni að fólki sé að leiðast eða eitthvað. Svo hefur komið með gjörsamlega opna skjöldu að það bara staðið upp og maður lesið ekki alveg alltaf. Það nefnilega alveg. Herðu, þú verður í leikhúsinu næstu 30 árin? Ætli það ekki. Allavega næstu 11. Næstu 11, já, þá bara eftirlaunin bara. Er það hent út? Það nú, ég veit ekki. Kristi Kjellin, ennþá að leika eða ekki? Var hann ekki að leika? Jú. Það fyrir bara eftir því hvort maður ennþá með neistan og eldin í sér. Og hvort maður hefur ennþá löngun og djörfung til að gera þetta. Það þekkir náttúrulega frekar svona kvikmyndaleikara sem hafa náð í að vera góði leikarar gamlir. Já. Ég hef séð líka bíómyndir þar sem eru gamlir leikarar sem eru bara, þeir eru búin að missa það. Eitthvað liti. Þeir eru búin að missa einhvern veginn galdurinn og eru að reyna, ég veit ekki, bara að gera þetta á en svo náttúrulega eru stórkostlegir eins og Ian McKellen og Anthony Hopkins náttúrulega eitthvað fyrir. Þetta missamt eins og mennirnir eru margir bara. En það ekki þannig að vera alltaf færri og færri sem að halda neistunum, þannig að þegar þú ert komin í áttrætt þá eru bara 4 í heiminum sem að ráða þetta. Ég veit ekki. Þetta svo það bara náttúrulega heilsan líka og allt þetta spilar inn í. Það þarf orku í þetta og kraft til þess að standa á leiksviði. Sérðu fyrir þér þig sem sagt án leiklistar? Já, ég get alveg gert það. Bara á hestinum og þá bara ungabarnið. Bara með ungabarnið og fara að veiða og vera á hestbaki og vera laus við þetta. Það alveg eins. Allavega held ég að þegar maður kemst á eftirlaunin að þá verður maður meira svona kresin á hvað maður velur og gera, ég sé allavega fyrir mér að vinna minna. Ekki svona mikið. Áttu mörg börn? Ég á 3 dætur. Öðruvísi að vera gamall faðir? Já, það það. Mér finnst það ekki slæmt og ég held jafnvel að ég sé bara á einhvern nátt bara betur í stakk búin til þess núna. Þegar ég var yngri maður þá var ég svona, þá var það bara karriérin og svo margt annað sem maður hafði ekki alveg tíma fyrir þetta. Að manni fannst og maður var bara ekki nógu þroskaður. Mér finnst ég vera þroskaðri manneski og hafa meiri tíma og meiri ánægju að sinna. Sérðu betur og heyrir. Já. Svo tíminn eftir að leiða það í ljós, hún bara nýfædd. Stundum eldri foreldrar geta orðið svona ofuppteknir af barninu. Já. Það mann stundum dottið hug að börnin séu sett í unga fólki sem mitt kærlust. Já. Þannig að þau Já. Þetta víti til að varast. Já. Nei, ég á svona örverfi líka og ég mæli með því stórkostlegt. Já. Og til hamingju með það. Það kom það ekki bara núna í voru eða? Bara í 30. maí, jú. Glænýtt, glæný vara. Já. Og ertu sterkur og hamingjusamur og ánægður? Já, ég það. Upp á þitt besta? Ég held það, ég sé bara upp á mitt besta. Með allra besta móti. Já. Þó þú hafðir ekki alveg sama aflið og kraftin og hafðir sem ungur leikari. Já. Það ekki þannig að það? Sumu leyti. Já. Byrjar ekki líkaminn einhvern veginn að minna mann á það svona fljótlega upp úr 40-50 að ég ætla að drepa þig? Jó, ég ekki alveg komið þangað. Ég bara helviti vel á mig komin og hress sem betur verið. En þá. Og passa upp á mig aðeins, ég fyrir ræktina og reyna að halda mér svolítið við og svona. Þannig að Var það þá að leita en auðvitað eru eins og þegar maður er komin á þennan aldar þá er alltaf einhverjir verkir einhver staðar og maður er kannski lengur að ná sér eftir sýningu heldur en yngri maður. Ég segi það ekki. Það eins og eitt saði félagi minn, það er bara verkjalegs dagur er góðu dagur hjá okkur. Herðu, Hilmir, gaman að fá þig hingað að spjalla þig og mest leiklistina. Gaman að koma, takk fyrir mig. Kæra þér. Og þetta lokinn á helgispjalli í dag. Það eru ýmislegt prógram hérna helgina. Við ætlum ekki að byrja á þjóðmálaþættinum Synir Egils fyrir næstu helgi en á sunnudaginn verður meðal annars spritsþáttur
og svo verðum við líka að sýna ýmislegt sem við vorum að taka upp í vikunni. En rauðaborðið verður hér næst á mánudaginn, það byrja klukkan 8 og þá ætlum við að byrja með fréttir samstöðunar eins og við erum að þróa hér. Hvet ykkur til þess að fylgjast með því, en ég segi bara góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.